kvöldi, velkomin aftur í Míludeildina. Ég heiti Daniel Bangsimon, verður með ykkur í kvöld ásamt henni Mist. Velkomin. Yep, thank you. Herra já, spennandi leikir í kvöld. Með, bara þann fyrsta sæti, 2 ósigriði liðin okkar, mætast Já. í fyrsta leik. Jötun á móti Venus, klukkan núna bara fyrsti leikur, klukkan 7. Svo beint eftir það, klukkan 19:55, þá Controllers á móti Golddiggers. Svo klukkan síðasti leikurinn okkar, klukkan 10:09, Þór F.E. á móti Klets. Og svo off-stream eru höttir á móti Guardian Grillnar. Þannig. Ok, þetta eru 2 lið sem að mætast, eða 2 leikir viðureignir sem verða milli liða sem eru jöfn á stigum. Já, það sett. Venus og Valkyrjur efst saman með 6 stig. Já. Valkyrjur eru í fyrsta sæti á umferðarmun og síðan eru Golddiggers og Controllers bæði búin að vinna sitthvorn leikinn en ég trúi því að Golddiggers séu fyrir ofan á umferðum þar. Já. Þannig að þetta eru 2 mikilvægir leikir fyrir stigatöfluna. Mikilvægt að gefa sér allt hérna. Þetta er vika sem þú hættir tilraunastarfsemi. Nákvæmlega. Hérna þarftu að fara að vinna og þetta líka miðpunktur group stage. Þannig að hérna fyrir þetta að fara að skipta miklu máli hvað þú ætlar að fara að spila. Já. Ég trúi því að hér geta annarkvort Valkyrjur eða Venus tryggt sér sæti áfram með að vinna leik. Já, 100%. Þá þær ekki að fara niður fyrir 4. sæti með 8 stig. Búin að vinna 4 leiki af 7 og þá ertu öruggur. Já, það verður skemmtilegt. Ég held að sé mitt sama line-up og var í síðustu viku hjá að minnst kosti Jötun. Ég held að sé smá breyting hjá Venus núna. Já, Ásgeir kemur aftur inn. Já, nákvæmlega. Ég veit ekki hvort að við séum að fara að sjá Ausu eða Peru. Nei, við fáum að vita það bara. Við sjáum það þegar við förum inn í leik bara. Hvert heldur að við séum að fara í fyrsta leik? Jötun á móti Venus. Ekki Haven. Nei. Mér langar að segja Lotus. Já. Bara út af því ég held að bæði liðin eru mjög sterk á Lotus og þetta er map sem favorable fyrir bæði liðin. Jötun, Valkyrjur með svolítið mikið svona spila 5 saman með kannski mestalega 1 lurker. Að meðan Venus eru meira að spila í kringum mappið, meira kannski defaulta og meira að rotata. Já, ég skilji. Já, ég held að við séum að fara í Havenina. Haven? Ég held að verða svona ólíklegt. Ég held að hvort lið sé að fara að banna Haven mjög snemma og þetta verður svona dettur óvart í Haven. Eins og leikurinn í þar síðustu viku sem fór mjög án efa óvart í Abyss. Já. Það var samt, Venus voru mjög sterkir á Haven. Já. Sáum við. Þannig ég er svona, ef mitt Haven verður pikkið þá ég, það finnst mér aðeins. Þið spiluðu bæði liðin spiluðu Haven í fyrstu viku og bæði liðin unnu svolítið öruggan sigur. Já. Þannig að bæði liðin ætti að vera sterk þar. Já, það er mynd, jú. Haven, Lotus, hvað annar map? Kannski sjá Abyss áttur. Ég held að við sjáum ekki. Heldur að Jötun leyfi það ekki? Ég held að við ekki sjá neitt Abyss núna síðustu vikunar. Reyndar kannski Bind. Já, kannski. Það er svona, já. Leikur nummer 2. Já, við erum búin að fá að sjá hvað fyrsta mapið verður. Mitt gísk, Lotus. Elska það map, ég er mjög spennt að sjá hvernig það spila. En, já. Það er Valkyrjur velja attack sem svolítið gefins þegar þú ert að spila á Lotus. Yeah. Lotus attack-setting map þannig þú pekkar defense þá ertu svolítið að gera leikinn tíu sem erfiðara en... Eða með eitthvað mjög merkilega hugsun. Já, þannig að það er einmitt spurning hvort að Venus sé með nógu gott defense til þess að geta höndla þessi fyrstu brutal attack rounds hérna á Lotus. Það ná allavega einhverjum umferðum í defense.
Það er ekki nóg Já. að treysta bara á takið sitt. Samt eftir þessar breytingar, þá finnst mér Lotus, breytingar fyrir löngu þar að segja, Já, finnst mér Lotus vera svona, það náttúrulega var umurlegt mapp til að byrja með. Er bara rosalega taksætið, en núna, það er alveg smá sjans. já, þegar C-sæt var bara frítt og það var hana göngin á miðju A-sæt. Já, en B-ið var líka gett asnalegt. það er ennþá asnalegt, en þú veist, já. Já, það var asnalegra. Já. Það er gett asnalegt á B á heifin, finnst mér. Já, bjóð heifin er vest. Já, vestasæti. Það er vestasæti. En við, hérna, ég held að það players séu ready. Ok, þá förum við bara að fara inn í leik rétt bráðum. Já. Fáum við að sjá loksins hverjir eru að spila hjá Venus í kvöld. Já, ef við gera agent guesses. Ok, það verður Sunny mun spila Breach, 100%. Já, já, 100%. ég held að það verði mjög svipalið, sko. Ég held að við sjáum, Eins og heifin. nei, eins og þeir spiluðu bara í síðustu viku, á Lotus. Já, alveg rétt. Já. Það er bara Sahara og Killjoy. Herri, þá erum við komið með line-upinn. Venus, þá er það Pera, Áskvís, Barasara, Sunny og Ima. Menn hérna hjá Jötum Valkyrjur er það Julia, Erla, Day, Margarita og Elín Wasabi. Ég er nú ekki viss hvort að Jötum Valkyrjur séu bara að hafa eitthvað eða hvort þetta sé eitthvað stratt sem það eru. Þetta verður kop. Ég meina, ég væri til í að sjá Vice, just saying. Já, og Harbor. Ok, já. Double duelist. Harbor er alveg frekar leiðilegur að horfa á nákvæmlega, en Vice er skemmtilega. Já, Sunny að hafa verið hérna. Ásdís að hann hafa verið að Breach. Ásdís náttúrulega var ekki þegar þeir spiluðu Lotus, þannig að það er kannski bara særa fyrir Killjoyina eins og í síðustu viku. En við erum með bara Sara búin að hérna bara læsa sig á Pera Killjoy. gifti yfir í reis úr Omen. Það er eitthvað já, Já, Jötum Valkyrjur eru búin að skipta. þannig var þetta þess að bundara. Fáum að sjá bara hérna Cypher. Núna er þetta aftur Cypher við Killjoy, hvor er betri á Lotus. Við tölum þetta á, var það ekki, það var að sent, minnum við. Ég get alltaf sagt þér að eftir mánuð verður það Killjoy. Já, guð. Ég hef tilfinningu á því að þeir eru að fara eftir að fara aðeins yfirborð með það að nerfa Cypher. Já, en við erum að sjá hérna Klóf hjá Ímu. Klóf og Omen, bæði bara mjög góð picks. Omen, svona 10% betri, Já, 20%, 30%, 50% betri. líka Bara út af sérstaklega- blendans. Blendans er svo brjálæðislega crucial til þess að taka að meina þessi fleiri sites. Þú En getur líka gert svo rosalega mikið með þessu típi. Já. Típið inn í röbbul, ég takk, en til að komast fram hjá Samt hinum maður- óvinnum. samt sem aður eru með rechargeable smokes sem er eiginlega mikilvægasta. Já, Það skiptir eiginlega engum máli hver þú pikkar svo lengi sem þú ert með rechargeable smokes sem einmitt Omen og Klóf hafa. En ég er bara spennt að sjá einmitt hvernig Venus byrjar á defense, hvort það takja að main eða það eru með alveg mjög fínt komp til þess að taka að main með Breach og Gekko og Raze. mér sýnist það líka vera að fara að gera það. Já, Það bara... eru samt bara tvær, þetta. Nei, held að sé ekki fyrir að gera það. En mér sýnist Jötum Valkyrjur vilja byrja en á BS push, fyrsta round. Getur verið mjög sterkt, þar sem við erum bara með Killjoy turret hérna á B-inu. Þess er ekki að fá smá info hérna á A-pushið. Lappa upp bíðina. Það er auðvitað að spota þau, en Smoke kemur og neita, en Skydogging clearar á side. Við komum bara inn á set. Það er ekki bara að spila retake-ina. Það er byrjað þólumæður. Byrjar hérna að taka hérna á A-link. Day drefur Peru hérna fyrir fyrst blood, en smá bara þetta hana. Tveitur á móti. Það kom hérna 2v3. Tveir inn í A-link. Þeir eru að pusha úr. Einstaklega drefur hérna sann í... Það var ímæna ein eftir í 1v2. Last player standing. Ég er eitt á bíðanum með tónlist til þess að klára þetta. Það er eitt sem ég finnst alltaf svo hættulegt við að fara bara beint inn á B Já, og að taka ekki af main control
er það að þú ert að fara að fá það úr 3 áttum. Þau gerðu mjög vel að fæta 3 fyrir A-linkana í staðis að leyfa þeim bara bombarda þau öll inn á sæt og spila main. En svo margir myndu kannski óvart svona ósjálfrátt gera. Það var greiðlega hugsunin bak við þetta hvað þau gera eftir á. Já. Sem að við höfum tekið eftir að stundu það sem vantar hjá liðum hvað gerum við eftir að við náum niður spike. Sem það er oftast erfiðari parturinn, en við sjáum sjáðu það C-trappin á með killsiturit, en það eru nú bara farnar á A, þannig að það er ekkert skada sem kynna því. Þeir eru eiginlega bara með aðseti frítt sýnist mér, en við erum með Reis og Killjoy í flankinu og einn sem fer heiminn og 2 inn á stairs. Þeir eru eiginlega 4 inn að nálega sætinu nema í Circle í A-maininu. Nær inn á Sunny. Þú eru ekki alveg að píka, en vita að þessi séu á minnst einu flakk. Maður gildið með píkina á sæt. Og í Circle með trippulinn að pera með samt killa á Júlíu með nade. Og Margarita klárar rambiðina. Áhugavert fyrir Venus líka en að skipta controller. Pera hefur spilað controller í öllum leikjunum eða hingað til, en komin á Reis núna. Það er enda mjög áhugavert. Hún er búin að sýna sig að vera mjög sterk líka á Omen og Östru og svoleiðis sem toppfrag bæðiskiptin, minnum við. Já. Það er alveg smá breyting. En eru nú komnar aftur inn í sama push og í pistolram til að geta Valkyrjur nema þær eru núna í bónus. Með alveg frekar gott bónus. Það er að gera það sama gerði já, pistolram, svo það er. Margarita er komin hérna inn. 100 nær Ímu, en Margarita pushar hérna alveg og nær bara að killa á Ímu. Spurningin Venus klárar þetta retake, er það með pikkina á spil. I know exactly. Þeir fallið hlætt, þeir voru 3v3. Omenblandi kemur á blinda 2 en Gekkoblandi blinda 3 tilbaka. Pera er óviss hvað þeir eru að gera með aðeins. Spike er alltaf ekki niður, það er bara líkjandi á. Liggur inn á sæt og þeir eru fastar allar í A-link, en Venus virðist ekki vita af þeim öllum hana. Omen blindið tekur af þeim soundcueið af flassinu. Ég er að gera ráð fyrir að Venus veit að Spike er sín niðri. Sýnast að vilja bara spila eftir að Spike er detti niður. Ég ætla að íta hérna í Sunny sem er að halda það. Ég seti vel mikið bara þar að Nása báðir. Pera 1 á móti 2 núna. Spike inn á leiðin á C. Það er rétt svona ekki. Þeir eru í reisana nálagt. 14 sekundar eftir. Ekki byrjaðar að... Jú, joke. Það byrjaðar að plata. Hvað gerir Pera nú? Hjötun, Valkyrjur. Oh my god, það eru að spila það svo vel. Pera með killiðina reyndur á Elíon Sabi. Er 30 HP. Það er 38 en Pera klárar það. Frábært neitin í hjá Peru. Þetta var hættulegt bonus round. Skal ég segja, þetta var í rauninni bara allan daginn worth myndi segja fyrir Jútum Valkyrjur, það sem náðu bæði 4 kills og Spike. Eiginlega bara grátlegt að það fá ekki þessu umferðarna í vendan. B-pushið er að sýnast mér að virka mjög vel fyrir þar. Og Venus eru ekki alveg ná að retaka nógu vel saman. Sýnast mér að ná B. Nei, en það ætla að labba sé hérna. Já, erum við í Circle til þess að fylgjast með hérna A-pushið. Fá smá info. Sunny er að fara að henda Gekkoflassi hérna sem það er býða út samt. Gefa þeim ekkert info. Ég elska þetta cage. Þetta cage er frábært. Það er rauninni... Ég er svona smá að ég var til kynna að hún gæti verið á ból, en það er meðlega ekki verið á ból. Eins og við sjáum að Pera er að halda. Já. Núna er hún svona komið með þann grun að sé enginn hana og það líða aðeins og ekki tímið. Hún er flassin í gegn, bara Sara eiginlega inn á sett en fyrir CT.
Sýnist að vilja spila aftur bara retake-ina. Spækir við niður. Þetta er samt ekki Volley plantað fyrir main. Það verða að spila henni og sætt, Jötunn Valkyrjur. Eru byrjað hennar retake-ið. Margarítur fengur bara svöru og Elimessa nær Sanjas. Flott. Hérna aftursjók frá Ásdís, nær einum. Reisulti Poppas, hérna nær Júlíu. Last player standing. Emma með einn og Hera hérna. Hera aftur í eina móti tveim. Þetta er ekki plantað fyrir main. Það er verða hennar push hana. Og hún er Player standing. tilbúin fyrir það. Veit ekki af henni. Hera aftur kom með klatsið. 1v2 klats, annars skiptið í röð. Flott. Þetta var, já, í rauninni það sem, eins og ég sagði í byrjun þegar það byrjaði að planta, þetta er ekki planta fyrir mig. Það er verða að spila hann sætt. Svo eru þær tvær komnar mount, bara upp og sí. Þetta er ekki planta fyrir mig. Nei. Það sýnist líka að, coachinn hjá Jötunn Valkyrjur byrja timeout. Það er kannski að benda á það, passa svona hluti. Já. Vera aðeins meðvitaður það hvert spækin er að fara. Það er alveg smá, og ymmit, ef þú lendir í, þær voru alveg með tíma til þess að planta, fyrir mount. Já, Ekki endilega í horninu þannig, Nei, en uppi vegginn upp í í vegginn, stiganum. já, nákvæmlega. En Það er spammabóli, syndist þær vera að spamma það smá, en ég meina ef þú lendir í þeirri stöðu og þú þarft að planta spike ekki fyrir main, þá verður að call eitthvað annað. Þú verður að segja, ok, við verðum push city, við verðum að taka eitthvað meira space af því við getum ekki spila postplant. já. En það er hérna, fáum kannski sjá scoreboardið hérna. Áhugaverður fróðleikur fyrir þá sem ekki vita er að Pera upprunalega átti að vera varamaður fyrir Venus, Já. sem er núna 7-2 í þriðja leik og MVP, match MVP í síðustu tveim. Jesus. Þannig að einhver ákvörðin tekin að taka hann af bekknum og greinilega rétt ákvörðinin. Já, er alveg að sína sig. IGL er líka síðasta leik sem er kannski, við Já, við rugglumst á því. rugglumst á því, við heldum að veri Sara en það var víst Pera sem IGL-aði, smókaði og topprækaði. Jesus. Woman of many talents. En sýnast Apasi virka algjörlega að vera með Peruna í Röpból. Híkar á Margarítu nei, Júlíu. Það er Júlíu sem Ok. ætlar að reyna að hjálpa Margarita hana. Lati kemur hann í gegn. Blændi, flott blænd, nær öðrum en fellur. Aftur svo Gott damage á Wasabi samt og Sara komin í bak. Erfitt ránd núna fyrir Day sem er ein eftir á 50 HP. Hér er ég alveg smá búið að vinna með 50 HP og bara bulldog. Veldi kemur inn og stöndi frá Jú til. fallið til stöndi og mjög snýrtilegt að teika hana. Og líka gerði það bara tvær. Já. Pera fór bara einu upp og gerði hana næst í 300 damage. Skotana er á meðan Margarítu. Júlía ætlar að hjálpa og er refsa fyrir það. Flott blind sem kemur hann inn frá Ástísi, blinda 3. Það er bara mjög flott jú til og þær eru hræddar við að þannig þær er bara ekki Nei, að aftur. Getur verið að Venus taka eftir og eru mögulega tilbúnar fyrir C-push. þannig að ég verið tilbúin til í að sjá hérna Killjoy Trap turret með Reis á C eftir að hafa tekið svona ótrúlega gott ránd á það. Sýnist sem mynd aggro virka alveg vel fyrir þær þar sem retakið hefur verið svolítið shaky. Já, Þar sem Pera við þurft að klötsa 2 rounds meðan þetta push virkaði mjög vel. Þannig að okkur ekki bara að gera það á C. En Júlía er með skældi í gegn. Ætla að spila bara retakinu á C sýnist mér. Þetta er fyrir minn. Já. Og það er plantið fyrir minn. gerir þetta rétt núna. Það er svo auðvelda plantið fyrir minn. Það er að segja Auðveldar að sjá það. auðveldara postplant. Já. En Þeir Pera eru komin inn í bak. Ísla er stauruð. Flott skot frá Ásdís og Peru. Gekkolti kemur inn og nær Wasabi og Margarita er ein eftir að sætt. Bara Sara með báðar. Bara flawless bara- retake. Herru, kommentum ekki að retake eða meira. Nei, Þetta var mjög snirtilegt. Já. Þetta var kannski bara svona warm-up retake rounds hjá Já. Venus. Þetta var Ægja vísu voru þær að vinna retake sín. já, Þær voru að rétt svo að gera það. rétt svo að gera það. Sem er, maður spyrir sig hvort það sé nógu gott. En
Ace Erklæðin var 9-5. Pera segi ég 11-3. kom með annað reisult inn í umferð 7. Þetta er ekki ódýrt ult og að fá það tvisvar sinnum svona hratt er Já. frekar vel gert. Íma líka næstu komið á alltaf en Setja hérna, núna kemur killsveitrafið. já, en En- engin reis með því. Spurning hvort að þau ætla að reyna að kondísjona þetta trapp. Kemur flassan í gegn. Bara sára með killin á Margréti. Margréti er bara ein en að komin upp hérna mount. Erla búin að labba eins á A-inu, Sjá þetta space sem það er að Peru Og hún er bara ein. Sannin er þetta kom að og, lokum en og treytaði frekar hratt. já. Sem að ég myndi segja að væri frekar jákvæmt treytana þegar Barasar er búin að ná einum líka Nákvæmlega. og neyta Cypher últinu á líkina Peru líka. Spurning hvað Elífa Sabi og Deo Júlia gerir hérna í 3v4. Flassa kemur út, þetta er Killjoy, að klíra Röppul alveg, vita ekki hvað Rásís er sem er með breach-últina. hún spila, já hún spilar allt í. Ekki að fara að gefa eitt fyrir kill til þess að, þeir endur í droppið hérna. Heldur tók eftir því. Já, þannig að Júlia með killið á skvísi. Klaufarlegt að fara í bætið hana ein. Þú ert með últið uppi. Já, Það ég klifur, er alltaf að spila allar inn í 3, þannig að verður með Sunny hérna í bakinu. Ætla hún að opna hurðana. Oh my god. Kemur flassin í gegn og rétt svo deytar fyrir Sunny og Elífa Sabi komin inn í þær eru, maður spyr sig mig hvort að últið líka svolítið rosalega langt í burtu. Næri ekki að taka neitt svæði í 3. Killjoy, Ítið þeim ekki mikið af sæt. Ítið þeim að vísu í 3 Já, og sko. út meinið. mér fannst, Killjoy ultið var fínt. Málið er, þú ert að ríteka að þetta er Killjoy ultið sem þú notar. En Setur það ekki í stairs, það er miklu erfiðara. Það Já. er bæði spamból og þú ert að taka auka tíma Gekk og ég kom með A-main. Já, svo sem. Þannig að jú, kannski hefði það verið betra. Almennt, ég held að það var bara lélegt util og timing sem kom. Bara svona annað ekki. Já. Elífa Sabi einu frá últi, ákveður að taka ekki orðið samt. Þetta kemur henni í gegn. Bátt af engan henni á sæt. Það sem bæði Sunny og Sara eru í CT. Ísærkla með lurkið hérna á bíðinu. Ég er hugsanlega að spila fyrir pikka og einhvern sem reynir að opna hurðina. Já. Býðið til því. Pera samt kominn lengst upp að hennu. Eiga alltaf svæði. Ég sér alltaf tegur törriti á B, gefið þeim eitthvað info. Pera kannski aðeins meira efins við íta lengra út núna, vita þær bæðu síðan á B-inu. Það er bara þólum að það er enn ekki leikur. Elífa Sabi komin inn á sæt og þær eru með breach og reisholt hérna til þess að ríteka. Spurning hvað Búmbótinn spottar ekki. þær eru að tala saman. Hvað sem sýtti ég? Þær vilja gera ekki verið gegn en bara Sara í frábæra störu. Enemy Ná remaining. tvær, núna er Day komin ein eftir í 1.5 og aftur flawless retekarinn á sé hjá hérna Venus. Já, Það er, við sáum hana. Elífa Sabi, einu frá últi. Á hún ekki bara að taka orpana. Þær eru búin að blænda og fá Q-ið á blendinu. Þær eru ekkert að fela sig hana. Þær vita aðeim hana. nei, bara einmitt nýta þessi alltaf og Þeir þurfa að vera að taka fleiri umferðir. Venus komið 5 umferðir inn í defense. This is a nice já. spot. Lotus er í rauninni svolítið þannig mapp. Ef þú ert eins og til dæmis ástæðan okkur að pussa til dæmis að main eða minnst hvað sé beitar það út er bæði fyrir alltaf og náttúrulega space sem það gefur. Placing. En Lotus er rosalega mikið þannig mapp að þú líka við verður að ykkur veginn hóta að þú sért búin að taka þetta space. Já. Og núna líka með þegar við sjáum Komum hérna aftur í klassíska B-tekið sem virkaði mjög vel fyrir bæk við niður, 5v5 retake. Erla með miklu betra pláss núna fyrir þetta side-hold heldur en hún hefur haft. og þegar kemur í gegn en áskvist Kemur í gegn og enginn til að halda henni.
Sunny settum pikkið á Margarítu til að treyta. Erla Satchel out. Ég var tíma til þess að fara upp. lappa upp hérna. Wingman kominn á bombu og wow! Elímas að poppar hennar ulti en bara gandi hann strax bara í lofti og Erla ekki alveg nógu snögg. nei, ekki alveg náðu snögg. Og hún lifir. Jú, það fínt. Lifir af með... Var hún með byssu? Nei. Nei. Það alltaf leið. Já, hún var með fínum pening. Já. Það hérna Venus með miklu betra retake núna en þegar í byrjun, þessi fyrstu 3 rounds. Síðan einmitt líka þegar við förum yfir innan takkhelming. Þar sem þær eru með Gekko. Það Sem með double initiative. sífellt úlstandi. Það svolítið hættulegt. Bara svo hann komin aftur í take, kemur Skyflash hérna frá Og Júlíu. Skyflash sem að neitar henni plássi. Frábært Skyflash. Lærði frá síðasta I've got your draftlegi. Spurningin minn hvort. Þetta trapplay getur alveg verið sniðugt en mér langar að segja að ef þú ætlir að gera trapplay hafðu Breach og minnst hvað sem er þér. Já. Annarkvort Breach eða Raze. Já. Annarkvort neitið eða þessi flush þessi stund til að hjálpa þér. Sunny Sunny með 2 í CT. One enemy Svo hvernig remaining. saman. Hvað er í gangi? Erla er ein aftur. Einu eftir einu. Einu með 3. Wingman fer á spækin. Skýtur í gegnum Wingman. Það bara með 2 HP. Pera klárar þetta. Pera klárar þetta. Hvað er í gangi? Þær verða að fara spila aggressívara. Þær verða að keyra út séð þá. En það var greinilega ekki nóg, það dói bara báðir í City hana á móti einum. Var eitthvað util í City einu sinni? Nei. En það var Breach og Jett. Ding, ding, ding. Það er ástæðan. Já. Ef þú ætlar að taka City, sorry, en þú þarft að setja eitthvað util fram. Ég held að kom Gekko flassana sem tók einn af hérna tók crosshair placementið af einni þeirra og hún síðan nær bara báðum. Já. Það er vont. Mér er svolítið fyndið hvernig coachan eru með mjög svipinn af Alex og svo Axel. Já. Það er svolítið fyndið. Hérna Nei. Pera er 15-4 hérna. Við vorum með bara eitthvað, já, of hverju hún ekki á controller? Já. That's why. She can keep the duelist. Já. Hún greinlega má spila hvað sem hún vil sko. Hún spilaði Sova í fyrsta leiknum, klotsaði bara klotsaði og klotsaði. Jesus. All right, my bad. My bad. Sorry I doubted you. Já, það er hérna... Já, ég held að Jötum Valkyrjur séu myndi að lenda í smá bobba. Þær eru að taka C-space mjög vel. Þær eru með, hérna, reyndar vinur svolítið að gefa fyrir retake. En ef það er verið að spila retake í hvert einasta round, það einast þú getur gert er að pusha út. Þú mátt ekki gefa þeim þetta space. Sætið er ekki bara nóg nefn þú sett með frábært postplant, en Lotus er ekki eins og að send. Nei, ekki eins og Icebox segi ég, eins og þær voru í síðustu viku. Nei. Það er verið að hafa gott push. Eru núna reyndar á low-buy. Það er hérna búin að taka Breach og Raze af aðeinu. Sniðut call-ina. Ég veit ekki nú hver er IGL hjá Venus, hvort það sé bara Sara eða Pera. Af því mér sýnist það að vera að skipta svolítið á. En Pera lappa bara inn í bakið þeim að það er ekkert trip. Flott skot frá Margarítu á Ásdís. Komin er það með Poppa hnífum. En Íman er einu eftir sæt og næst Margarítu. Júlía með treytið samt sem aður og Ísrakla, sér eftir Íman sína. Það er nú 2-4, Pera er henni í bak en það er smá myndir við þessu kvotar hana. Sara með 2 samt á meðan. Þau eru að pæla í þessu flanki. Hérna kemur alltaf í gegn. Þetta pósað er svolítið djúpt inn á trí, ekki svakalega mikið, en blendi kemur ekki í gegn. Lætið þess að ekki fara að stoppa Ætlar hún að nei. stikka? Hún stikkar. Stikka bara hérna. Stikka bara, roundið er búið. Rétt svo missir, oh my god. Ótrúlega gott ulti. Pera líka með pikk til viðbútar. Day samt sem náður líka. Samt sem aður, gott hérna save round með að við hjá Jötum Valkyrjur. Fengu killsjóðult, fengu alveg gott hérna, góð kills. Það sem þetta var allt í einu á 2v2. Já. Já, eins og ég var að segja í byrjun. Gott call hana hjá Venus að því
Jötum Valkyrie voru búnar að fara 2 eða 3 sinni B á lowbuy. Af hverju myndi þeir ekki gera það aftur, þannig að þær voru tilbúnar með breach kankas bara línuna. Já. En þær En voru það er bara að fæta A-ið aftur sem að þær eru 5 á. Neitin nær örlítið damage á Erlu. Margarita nær ekki alveg að tengja, Core Flash kemur inn, Pera með 2, Dave treytið samt, One enemy Ásdís með remaining. annan, Íma með Spike Ha? down A. Þetta er bara erglegan eina eftir Áskristi reyndar FOP nær Áskristi en Íma með treytið hérna tilbaka. Þá er það bara fyrsta helmingur búinn. Valkyrie eru bara ekki að ná að berjast tilbaka hérna. Það er eiga bara ekki svör. Og þetta var í rauninni ekkert með tæpur helmingur. Og þetta er svolítið sárt fyrir Jötum Valkyrie þar sem að Lotus eins og sagt nokkru sinnum. Lotus er attack-sided map. Þannig að þú ert að tapa í attack-side, þú ert í smábobba, skal maður segja. Já. Þú ert í smábobba. En ég bara, þetta er samt sem að 9-3 curse. Sæfer ætlar að setja trippinn á B, verður með engin tripp inn á C-inu. 4 ætla þær að fæta A, sýnist mér. En Já, það Spikeinn er áhugavert call. Spikeinn er leiðina í áttina að tómu sæti. Það eru nú í svo kallað defaultina í pistol round. Illumasabi með pushinu upp. Ásdís kannski aðeins og Svo snemma. snöggan út ein, pústa bara beint inn í neitið. Þær eru bara komnir inn á B. Eru reyndar 4 sem ekki að koma í gegnum, nei, ekki alveg 4 sem koma í gegnum aðling. Sjáðu Pera, Pera koma bara í En það CT. sjá Peru, Erla. Ergleina með kill á Peru en bara sann með mjög fljótlega trade tilbaka. Eru komna þá bara inn á C. Wingman með plantið niður. Planta líka vel fyrir Mount. Spike Ætlaði að planted. spila allar hérna Kannski offside. spila, ég myndi ekki gera það á móti óminn lifandi. Nei. Sérstaklega líka 3 og 4. Það er erfitt að spreyja spækinana bara með pistols. Það eru 2 komnir inn á Ef mann watchball. er ekki alveg að tengja og fæta 2 í einu. Neiti kemur út og clearar close. Bara sér að koma í svolítið skemmt. Það er alltaf bara að fæta Left 5. Fæta Mount, en Dey er að stikka og Margarita nær báðum. Gríðarlega mikilvægt pistol fyrir Jötun. Mjög mikilvægt. Þær þurfa þetta pistol Mount. You get a pick, we move in. Got Þetta var mitt áhugaverð byrjunin á Venus að fara 1-2-2 sem ég veit ekki hvort þetta var ákveð push eða bara átti að hlusta eftir þar sem Áskrís bara í rauninni hljóp upp og bara dó af grenade sem er smá gefir. Smá goofy. Það er Smá goofy A. Það er smá, ég meina að þú spila mútið reis Þú mátt alltaf búast við þessu neyti. Þannig að þú getur beðið í smá. Þær eru núna aftur í 4 A. fjögurra Þær eru bara stað. komnar upp. One way smoking kemur hana. Og það er ekkert nema alarmboti sem er að fara að halda þeim, en þær eru bara að fara að púsa 4 inn í Cypher sem er 1. Og Cypher er ekki að fara að spila af trippinu sinni. Cage three. Never mind! Hún þarf þess ekki. Hún er bara með killina mid-air á Peru. Og Rita fær killið á söðru á lörkinu sinni á B. Og þær eru 4 komnar að sé. Ég veit nú, Oj! þetta var Oj! Þær eru ekki kannski alveg tilbúnar að fara nú sé eftir þetta. En Kanski smá klaufileg satsil, fór svolítið háttið upp. En samt viðbjóðslegt skot samt sem að þú býst ekkert við þessu. nei, kannski var samt sem að þeir spilum þetta Cypher þá er hérna Já, Satchel hátt uppi ekkert endilega svo slæmir. já, hún var svolítið mikið háttið uppi. Já, það gerist. Já, já, Deyri komin inn í frábæra störu. En gott blind hérna. Stönni kemur tilbaka, neitar henni eitthvað til að gera með það. Aftursjokkið nær henni ekki af í angluninu. Spike Ásins sem er flott skot á down A. klassíkinum. Go get it. Góð One dreyti. enemy remaining. Margarita samt með Ásdís. já. Þá er Júlia bara búin að klára rándið. Holy moly. Holy moly! Eins ergleina 18-11 sem sendur á Lopera en á móti 18-7. Það var það 9-5 fyrir Venus. Jötum Valkyrie nú aftur komnar í bónusránd. Bónusrándið síðast var náttúrulega svolítið
svolítið tæft, þannig að spurning hvort það verður svoleiðis aftur. This should do. Ég elskar þetta tripp. I'm saving that. Ég ger þetta tripp alltaf. Skemmtilegt tripp, sko. Fengi mjög mörg kill að þeim. Já. Sýnislega þær verið að koma hérna bara í 5-man pushina á C. Spurning hvort þú færi eitthvað kill með þetta tripp líka. Nei, kemur neitt. Nei, bakkar líka bara út af side, Það er mikið trippið. inn í CT. Verður smókuð þetta skítið, en þær ætla Það eru að Þetta gera við- insert play. Við erum með bara Sara, bara insertið hérna á C þar sem þær eru búnar að taka trippið. Já. Þannig þær getur nú bara tekið space annar staðar og skilið Sura eftir til þess að lörka. Eru nú komnir í svipaða stöðu og síðast. Þeir reynda bara með Ghost, gerir smá skadaðina, nær kill á Peru. Erum að Sabi reyndar ekki eins mikið. hættulega að inserta eina samt á side sem þau eru búin að gefa allt spaceið á Sjáðu, og vita að hitlið er að taka space á. Það er samt Sjáðu. bara komið í bakið á Erlu hérna. hann er með killið og þá er bara Margarita og Júlia. Þá kemur bara callið. Það eru búin að sjá Margarítu, það eru búin að heyri í þessum skæfugl, það eru vita báðara. Og bara Sara 30 seconds með left. ótrúlega góða pósu hana Mhm. upp í Heaven B. Þær fara bara að sé, mér líst vel á það að þær fara að sé snabbt fyrir B-ina. Já, Miklu auðvaldar að spila 4v2 á C en á B. og núna er þetta orðið mjög erfitt ránd fyrir Jötun. Vita ekki á sig. 10 seconds left. Frábæri pósina. Hengist þetta ekki alveg skotunum, aðeins shake í klaufalæktana. Það gerist. Happens to the best of us. Þetta er ekkert ósigurlegt. Sonny lá, Ásdís er Já. lá. Eru reynda með spækina í main. Eru tværina í CT. Örgulega ekki að fara að búast við þessu CT-play en að Nei. með spækin plantaða þannig. Klíra henni allt sætt, kemur örgulega bara callið. Þær eru örgulega allar til. Ó, Margarita með einnir á, sjá hinn. Púsjónina. Júlíana með killið á Ímu. 5 HP, Það eru öskist 1 HP. stönnið hérna bara. Það er engin Nærinni. tími. Það er engin tími. Nærum killinu. Nei. Þetta var orðið svolítið tæft. Já, Það er 4v2. Margarita hana með eitthvað 6th sense, klírar. Klírar hennar Killjoy Heaven og líka í City. Það er bara flott. Bara gamesensi alveg að koma í gegn. Það er hérna. En þá er Venus aftur með svolítið tæft. Þetta var svolítið tæft bónus. Eins og við tölum en eru nú 10-5. Ætlar að fara hérna í B-push eða A-push? Mér finnst þetta áhugavert play hjá Jötun Valkyrjur að fara 5 saman A, bara, þú veist, Sástu þetta? nei. Satseli hjá Wasabi ítti hérna Deyja aðeins til hliðar og hún náði ekki teleportin upp á. Ó, nei. Þannig að hún er búin með bæði teleport sín til að komast hann upp á núna. Það Nei. eru 3 hana. Passa sig að stönna núna Dey, flassi kemur út. Þeir eru En- aftur tvær, eru með svolítið gott hæla á hérna. Íma alveg pushið út. Margarita með killið á Söru. En Sonny á sama stað, treytar. Það er ekki bara að fara. Ætlar að fara B. Venus með infóið á Gekko sem að Yeah. spækin fylgir oftast. Jú. Cypher ult. Nei, Gekko ult segi ég. Scout destroyed. B er alveg clear en... Júlia með Það killin á verða að sinni. fara inn með Down B. Pera komin inn á sæt með spækin. 2 hana í link. Taken out. Júlia var flott skotin á 30 áskvist. seconds left. Þá er One enemy remaining. Júlia eina með triple. Spike Íma er down hérna eina B. eftir 1-3 í B-main. Spike er ekki komin niður. 17 sekundur eftir á klukkunni. Hvað gerur hún nú? Seifur hún? Nær Hælaði sínum. hana. Nær Júliu. En þá er það 10-6 fyrir, Held að það er mjög góða pening þannig að kannski þurfa þær ekki að seifa hana. Betar bara að taka aðeim byssur. já, flott Júlia skotina hjá Júliu. Ásdís. Heldur þannig að B-main pushið. Nær síðan líka Peru. Þá kemur hérna timeout hjá... Fyrsta tæmóti hjá Venus. Já. Það er eitthvað að klikka hjá þeim í attack. Tölum um þetta að vera attack-stættur map en það er ekki að sýnast. Nei,
Það ljúga öllum. Nei, ég lofa. Það er hérna, já, það er mynd spurning hvað Venus getur gert betur. Mér líður eins og þær eru alveg að nýta, þær eru ekki alveg að nýta sér það að þær eru, að jötunni séu 5A Já. og 1 á C og svo 1 á B. Það er bara svona, Fáum kannski að sjá ult statusinn hjá þeim hérna. já, Killjoy er nú með, bara sagði með Killjoy team, en Já. Fara þeir kannski sé núna með því sem að mögulega, ég væri samt til í að sjá bara push inn á C. það ætlar enginn að spila að nema Reis. Já, Venus. Ok, ætlar að Það fara er í, kannski ætlar að búast fara í við þessu ulti. 4-man C nú. Kannski búast við þessu ulti á síðinu. Já. Ég ætlaði að segja að reyna að taka sæti eitthvað staðar án þess að nota killsjólti og svo nota killsjólti sinna mér í þá postlofti. Það er hættulegt að Það er smá gamble. banka á það stratt eða þú ert ekki endilega að ná sæti til að byrja með í hinum umförunum. En þær eru, komnar 4 bara á sér. Margarita kom bara með pushið og Day með blendina á mount. Íma kemur hann að hjálpa, Sunny hjálpar hann að komast út. Pera Pera reyndar. komin inn á B. Með Lurking Rays inn að koma inn á B. Þetta er ógíslega sheriff. Nei. Jú. Nei. I hate that. Hate looking at it. Mér finnst það alveg fín sheriffskinn. Ég hata þessar flugvélar. Mér finnst þetta svo... Ekki. Spæki kemur niður inn á B saman. Spike planted. Ótengt þessum sheriff. Og tengt þessu sheriff. Og þær 5v4 retake. voru convincingina á B-rate-tíkinu. Sky ulti kemur út þinna frá Júlíu og Pera-fæklurinn á Margarítu eru eiginlega komið með allt sætið. They byrjaði á til fuse. Nær held ég bara að stikka. Já, hann er komið að stikka í gegn. Mollyin lendir ekki á spæknum. Margaríta með næstum með 4. ace. Já, það er hérna að komið 10-7. And erfiðar eru rán sína fyrir Já. Venus. Var seifrand hjá Venus samt, þannig að Já. sjáum kannski núna aggressíft play frá Ímu á klóvulti. Annarkvort breachult eða killjolt til að taka sæt. Eru nú komnar aftur inn á 4 á A. Þær spila mjög mikið saman á defense. Já, Alveg svona of mikið saman. Já, en það er búið að virka brjálæslega vel fyrir þær, þannig já, mér líður eins og You should run. leið og hérna Venus var að kveikja á því. Þá fær þetta að breytast aðeins því þetta er, hún neyti ekki með djúpt, þetta tekur trappi sem er það. það er þetta svo unlucky. Já, Af því ég sver þetta var svona fyrsta skipti sem hún setti þetta trinn niður og svo bara, beep. sko, ég ætla að neyta backside. Já, Líka bara að hún þarf ekki að neyta close. Killjoiltið er að fara að neyta að maður spila af trippinu sem er þar. Geta bara skotið það. Ég Emma meina með, með 2 pick. Refresh. Spilar hérna aggressíft svolítið á bíðan eins og ég segi með ultið uppi. Og ætla núna bara að halda áfram að hóta þeim frá bíð. Passa að það sé enginn að koma í þessa hurð. Þannig að þeir eru allar að spila mount. Eiga líka breachult til að taka á spike. Blinded. Parry. Júlíana með killi á Sannias, þær eru Blocking sight. 4v3, tíminn er samt að tikka. Ekki að vinna með þeim og Íma kom með ótrúlega gott flankana. 2 á 1 en Júlía bara ekki með tíman í þetta. Ekki með tíma. Emma leipir burtu, Sara klárar. Flott round hérna hjá Venus. Eittu killjoiltið en þeim fengur reisult í staðinn. Bara worth, flott neitana. Ef að þær fara aftur 4 á A þá hugsa ég að reisultinn á C beint í sæferinn bara Já, afgreiði þetta round fyrir eitthvað snöggt. Nefnum hún hitti bara þessu viðbjóðslega skotið aftur. En Margaríta allar reyndar að spila en á C með. Það eru svona aðeins orðnar smekar við það að spila alltaf 4 saman. En við ætlum að sjá hérna.
Reisniti kemur inn, nær góðu damage. Flott skot frá Elimansabi sem nær peru, Íman samt strax með treytið. Day, Anna í link. Tekur ágætis damage, gerir meira og Emmu tilbaka samt. Here. Emma getur alveg tekið sér fæt, Tíminn í hún er á burtu, ulti. Ó, nær rétt svo að típið í burtu. Það eru Júlíana einu eftir á að ætla þeirra. Já, hann kemur Breach allir í gegn. Enginn samt inn á site, en samt sem að eru þær komna með reglulega free site. Þetta er í 4v4, bæði Omen og hérna Klóf eru low, þannig þetta er, en Skyhill reyndar kemur í gegn. Það er bara, Já, og Emma með ult líka. Verður svolítið að spila annarkvort góðan Margarita. tíma á súlti eða fara að sækja aggressive pick. Bara þar með pickan í heaven og Day með skotin í smókin sem nær Emmu sem ætlar að últa hérna. Reynir að fæta Margarítu sem heldur þessu bara með oppa. Flask kemur út, enginn að stikka. það er spamina bara í Erla gegn. fer á spækin. Ó, shorty! Margarita hleypur bara inn í smokið og dreifir sann í. I like it. En núna er það komin með, hérna, ég reynda, við tölum ekki um það í byrjun, en já, Margarita er komin með vappa. Hún var að halda síðan að línunni og mér líst vel á það. Bara, núna er spurning hvað vinur skýrir að móta þessum vappa. Playið hérna væri kannski að reyna að fara B, þar sem vappin er svolítið weak á B. Já, eða bara, þær eru með Breach, þær eru með Gekko. Af hverju ekki Þær eru samt með- full pusha B og bara reyna að fá control eins hratt að þau geta þar sem þær byrja svo margar A og svo rotate þær strax eftir að þær er búin að taka control. Ég hugsa að sé hluta til af því að þær hafa aldrei náð að halda B eftir að þær taka. Það getur vel verið. Þær eru búin að planta inn á B eða fara inn á B þrisvar og aldrei náð að halda þeim. Þannig að ég held að þær séu svolítið smeka við það. En spækin er hérna hjá B og Júlía heldur frá link. Elimansabi kemur og hjálpar henni. Enginn annar að halda þessu sæt. Neiti kemur hann á denier píkinu á örlítið nátt. Day hérna með flash frá Rubble. Heyri oppanum aftur á C sem er ekki alveg að tengja vel í þessari verð. Ekki alveg viss hvað vinnusætti gerir í þessari stöðu. Sýnist, Eru þær vilja bara- ríkubarinn á 4. Gott flash kemur hann inn og Pera nær sæt bara með útbyrjunu. Lendir hana undir ledginu í CT og hann gerir það leiðandi ekkert damage út af því hvernig það virkar. Deimi byggja bara sér á lurkinu hann á B. Aðeins farin að læra meira að spila gegn þessu lurki. Þetta er Gekk á bandri plassi. megin. Það eru 3 á megin en þeirra er eininn á site. Senni með killina á Júlíu. Gott stönnina, stönnar allar 4. Hér er enda inn á site. Það eru 2 low, rétt damage og ekki og- glatt. Gott damage á Erlu líka. Margaríta ætlar bara að stikka hérna Player standing. og Hún stekkar þetta bara. þær eru ekki með byssuna alltaf að spamma þetta. Nei. Áskur sem þetta með killina á Day en Erla með treytin á móti. Ég er svo mikill aðdáandi því að spila ekki mount þegar þú ert að seifa. Ég hata Já. að spila mount og Og save. svo waterfall myndi ég segja. Já. Playið. Bara, CT finnst mér vera svolítið svona óþægilegt. Já, en það er líka bara svo, það er svo auðvelt að vera með breach á mount að stönna og flassa inn í waterfall fyrir því til að fæta waterfall. Já. Það er svo frítt. Já. Og þú einhvern veginn, þú ert alltaf að fara að tapa þessu sprayfight í gegnum smoke Haglandagi. Ég menna ef að þú ert að spila mútið byssum með seifi. Þannig að Já. Og þú, ef smókin er þá lífi líka. nema Omen sé dauður, þá máttu gera þetta. En þú ert ekki að fara að gera þetta á móti lifandi smóker. Nei. Þá ertu En- bara eiginlega svolítið að gefa rándið. Kannski var þetta bara svona muscle memory líka við. Já, bara fara main. Við erum með spike í plant, við erum mount, þá verðum við að spila mount. Já. En þetta plantspot er alveg ágætlega gott fyrir Fyrir CT og waterfall. hvar sem er. Það náttúrulega er aðeins erfiðar að playa á því en það er samt ekkert slæmt þannig séð. Nei, að, þú veist, þetta er líka, þetta er conditioning hérna plantspot. Þar sem að þú gerir, þú finnst líklegast að fólk spili mount þegar þetta spot finnir. Þannig að þú kannski
getur grætt á því að vera ekki þar. Já, nákvæmlega. Eins og við sáum þær gera áðan þegar þær spiluðu hérna CT. En það er spurningin hvað Demon Axel hafi sagt við þér, hvernig push þær ættu að taka. Rétt svo missir, ætlar að fara í píkið aftur. Nær ekki killin á repíkinu, en ætlar að fara í eitt annað repík. eitt annað pík. Tengir ekki þriðja Fourth time's the charm, fourth time's the charm. Það er reynda kemur. Poppaði kannski aðeins og snemma þarna. Sérstaklega með hérna wallbang trip. Það var þetta, Samt öflust að poppa já, Illuminati komið oft inn í gegn og Pera nær Illuminati en Illuminati með treytið á ultinu sínu. það var mitt. 3 á 4. Það er alltaf bara að spila fyrir Mount aftur hérna, allavega Barasara. Omen aftur lifandi. Færum sætt. Svenni með gott pick. One enemy En remaining. nú er Sara ein eftir. Grenade out. Placing Smokið hérna fyrir swarm grenade out. enginn að stikka spækið hérna. Nanosvorm á spæknum. Kemur í smokið. Bara svona með hérna double kill. Það er ykkur tími. Nær, Oh my lord! oh my god, nær klötsinu hérna með spammið gegnum smók. Vel gert. Hún sagði hann að enginn var að stikka, það var nanosvorm. Hún kastaði nanosvorm. Já, það passar. Ég var ekki viss hvort það hitti alveg 100%. En það er ákveðilega Þannig að- aftan á letsinu. Smá shaky fight á móti Day, mikilvægt að vinna. Já, þá er það bara match pointin að vera Venus. Jötun Valkyrjur komnir í svolítið hættilega stöðu, verða að vinna eina 3 rounds í röð. Það Til er þess að bara geta- alltaf þeim sé. Geta haft þeim möguleika á overtime, en ætla nú bara að keyra á sé. Sé hefur virkað fyrir þær ágætlega. Og Betur hann aðeins sko sé. Erla er aftur með þetta hérna, headbang trippana. Eru Jötun You Valkyrjur að should lópa? run. Aha. Ég sjá stingar þarna. Ég sé Bulldog líka hjá Emmu. Ég er mér killsvöldinni í gegn. Það er ætla að spila bara Neiti lendir full retake-ina. Neiti lendir hann í CT á eina svæðinu sem að killsvöldi nær ekki. Ótrúlega gott neitt. Reynir að íta þeim hana í últið. Já, hvernig er opnað hérna hörðina. Pera í svolítið erfaðstöðu en eru komnir með bóðar sem ætla að pusha hérna frá B-hörðina. Illuminati og Ísarkla byrja pusha hérna CTM. Pera með gott pick á side. Erla ein eftir hérna en Svenni bara nýttir þetta rándið. Já. Flottur leikur, mjög tæpur leikur líka bara í alla staði. Skemmtilegur og wow. Wow, flashbang! Nei, já. Þetta var, fór svolítið svona upp og niður. Já, Upp og niður. Barca reyna með sem match MVP samkvæmt Valorant 21-14. Frábær leikur myndi ég segja. Þetta, já, fóru mitt í smá up and down, voru bæði liðin voru svolítið shaky þannig á attack myndi ég segja. algjörlega. Meira en það hefði þetta verið. Já. Margar þetta með 6 first blood samt. Reyndar var defense hjá Jötun Valkyrjur kannski ekki svona traditional eins og þú myndi segja það. Þar sem þær voru að taka 5-man push A, ein á C, Formann, já. já, 4-man meina ég, 4-man push A til þess að taka þá space A main, 1 trip á B og svo bara retake á C. Já. Jú, það virkaði mjög vel en En leið það var Þetta var bara að samt- skiljast þá. mann þetta vera mjög svona counterable. Líka bara, Það var orðið fyrirsjáanlegt. Það gerði þetta eins og oft held ég. sko náttúrulega fyrir eftir hvernig liðin eru varandi retakes. En ef þú ert að fara að spila retake í hvert einasta round, það er svo auðvelt að catcha on og svo bara gera eitthvað annað. Það er að segja, þú veist, pusha waterfall, pusha CT, pusha heaven. Já, og það er Þú ert að automatically gefa svo mikið space sem er svo crucial, þú ert að gefa plant, þetta er bara... líka, þú ert líka hérna, það er svo
það þarf svo lítið að fara útskeiði svo að retake eitt klúðreist og þú Já. ert svolítið mikið að gambla það þegar þú retaka bara. Líka af hverju ekki bara, mér list alveg ágætlega vel á þetta foreman push, þar sem þær voru með Day og Ilin Wasabi bara komnar, áraból, Day uppi, ein niðri, Já. voru með pushið, gáttu gert smá fætana. Þannig að Venus náðu eiginlega aldrei að taka almennilegt kontról af A, en af hverju ekki gera það á C líka? Af hverju ekki bara breyta til? Gerðu það einu sinni á sé, sem gerðu það bara ekki aftur. Já, En það er eins og líka spurning hvort það þurfti 4 í þetta take. Mér finnst það vera bara overkill. Hún getur bara haft, getur alveg haft Omen bara í A-link. nei, Nota B. Omen TP er svo mikilvægt, finnst mér. En þú getur gert það sama með Satchels eða uppdrætti. Þú ert Já. með bæði Raze og Jet. Já. Þú ert að tapa svo miklu á því út til að þú ert ekki að nýta það. Og Omen getur notað Þetta. sitt í gennum vegg og getur þá haldið þá B, soundað B-ið og þú getur verið með miklu meira presence á mappinu. Jú, ég sammála. En þetta var einmitt, já, virkaði alveg fyrir þær, þannig það er spurningi mitt. Já. Kannski virkar það ekki í framtíðarleiki, þar sem önnur liður er kannski búin að sjá hvernig það er spila þetta. Já. Nei, en það er bara svo leis. Við ætlum að taka stuðarauglýsingar, 5 mínúna pásu, síðan komum við aftur með Gold Diggers gegn Controllers.
Velkomin aftur. Við erum að fara leik nummer 2. Yippee! Controllers gegn Gold Diggers. Bæði lið meit sigur. Reyndar, já. Á móti missterkum liðum. Með sterkum liðum, já. En það skiptir kannski ekki öllum Samt alveg reglulega sterk lið og alveg Já, frekar svona even þegar kemur af ranki og svoleiðis. já. Ég held að við séum að fara á Bind. Bind. Já. Það er mitt gísk. Kannski pínu crazy. Kannski pínu wild. En það er mitt gísk. Annarkvort það. Eða eitthvað fríkað Mig Icebox. langar- Nei, við erum aldrei að fara á Icebox. Það er aldrei að fara á Icebox. Ég ætlaði nefnilega að segja Icebox, en ég held ekki. Bind eða kannski low-key, Haven. Hear me out. Það gæti reyndar alveg verið. Það var alveg, já, Já, ég veit að ég er eiginlega mjög óviss hvert þetta sé að fara. já, Nei, ég ætla að stikka við Bind. solid. Já, jú, ok. Ég segi Icebox, en ég held samt líka alveg smá Bind. Já. Örlítið breytingi á controller sinna. Raccoon er ekki að spila. Hún fór að neyðast upp. Já. Bjalla, Mhm. sem ég er ekki viss að hvort hafi keppt áður eða ekki. Jú, Þá man ég mér ekki finnst eins og hún hefur keppt Ég í, held að hún hafi keppt á liðstjóramótinu. Hvenær liðstjóramótinu? það getur vel verið. Ég held að hún hafi ekki verið í neinni deild. Allavega ekki í minningunni. Ekki nýlega, mennskasti. Nei. Ekki nýlega. En já, hún kemur inn sem neðasöp fyrir controllers og veit reyndar ekki hvað line-up hjá Gold Diggers verður einmitt núna. Þar eru með svolítið öðru í sér line-up finnst mér. Reyndar finnst mér líklegt að við verðum með svipa lið og við sáum síðast. ISO. Club Penguin. Club Penguin. Já. Void var á Sky Kannski pick- síðustu 2 leiki. Já. Hvað er góð ISO maps? Ég veit það ekki. Annarkvort öll eða ekkert. Já. Einhvern veginn, þú veist, ef þú ert góður á ISO þá finnst mér ekki skipta miklu máli, sko. En einhvern veginn svona, þú veist, mér finnst hann ekki vera góður á neinu þeirra. Nei. En hann er góður. Hann er samt hann er- veggurinn hans er misgóður. Þetta er svolítið Já, eins og hann er Neon góður á veggurinn. Abyss. Ég veit það. True. Hann er, Kannski sjáum við Abyss reyndar. Ég væri til í það. það Abyss. gæti alveg, Já. það gæti verið svona slysað pick. Ég trúi því svo smá líka. Abyss. Þetta er samt alveg... Já. Hvenær sjáum við Vice? When am I gonna see Vice? Where is my Vice? Where's my Vice? Ég held reyndar að þær fara ekki á hérna Vice núna. En við erum búin að sjá Muffið og það er Sunset. Ok. Það verður svolítið... Herru, ég get bara mína sokka eða eitthvað, ég veit það ekki. Ég greina að lauga ykkur fyrir 2 vikum. Ég held að enginn myndi nokk tíman velja Sunset eftir Gold Diggers. eftir að Gold Diggers ekki bara unnu, heldur einfallega rústuðu klöts á Sunset. Já. Lið Sem að var trúlega bara mesta upset sem við hefum séð á þessu móti. Já, so far. So far. So far. En, Ok. já, ég minnst það alveg bara áhugavert. Ég low-key fíla. Kannski Þetta er alveg svo annarkvort- controllers, við tölum um það átti ekki að spila á móti hérna. Ok, við sjáum Clutch fyrstu vikunni vinna 13-0 á að send. Já. Þriðju vikunni controllers, við ætlum að send. Og núna aftur. Og síðan í annar vikunni tapa þær, hvað var það, 13-6 og rétt svo unnu 6 umferðir. Förum að Sunset. Þetta er svona ég ego fíla þetta. challenge. Ég fíla það. Já, ég fíla þetta líka. Ég veit ekki hvort þetta sé... Þetta er svona swing or be swung mentality. Já, Þegar maður ég veit var ekki með hvort map þetta sé 100% intentional. Eða bara... Hvort það sé ekki að pæla í þessu. Ég er ekki 100% viss. En Nei. ég low-key fíla að þetta er eitthvað svona bara ego challenge. Bara, let's test our limits. Já, bara herru, förum Ég að... er til í það. Ég vil spila Ég er á móti svo sem til í. liðum í sínu besta. Já.
ef ég vinni þá vil ég vinna það á besta mappinu þínu. Já, Það er Aura, plus Aura. það er Aura. Þannig já, við fáum að sjá ISO. Það er Allan daginn. allan Við daginn. fáum örgulega bara að sjá samanlið. KO, Emsa og KO, Shrimpy Pimples á Cypher. já. Var ekki Gekko, Voga Ídífa var á nei, vorum ekki Sky og Clove. Sky og Clove, já, alveg rétt. Voga Ídífa var á Sky og nú man ég ekki hvað var Horizon var á Clove. Já, jú, alveg rétt. Já. Controllers, Elger spilaði Sova í sístu viku á sent. Jet þar á undan, þannig að put her on Jet. Mér lókar að sjá hana Jet. Odin. Mér lókar að sjá hana Jet. Nei, ekki að þessu mappi. Samt þeir eru ekki Odin map. Ekki, nei. Já, mér líst vel á, mér lókar að sjá Elger á Duelist. Hún var mjög sterk á, Mér líður svona svo ég vil freka sjá reysina. já, mér finn, Eða, Jet er samt alveg sterk á Sunset. er að Kún reyndar spilaði reys í sístu viku En hún sem er ekki að spila núna. Já, þannig, Jú, það getur vel verið að þær fari. já, getur vel verið. Bjagla, neyðarsabinn, man ekki nákvæmlega hvað hún spilar. Ég bara hef eitthvað- hugmynd, sko. Eitthvað Smokes og eitthvað Sage, minni mig. Hvað fleira? Líka svo Cypher hjá Controllers. Ég meina, ef þú ert ekki að peka Cypher á Sunset, hvað ertu að gera? Já, þeir eru að breyta Sunset mappinu út af Cypher. Ég veit það. Af því Það er bara Cypher er bara svo Eina innri. breytingin sem er gerð á mappinu er bara, herru, Cypher er góður hérna, þannig ætlum að breyta þessu. Já. Ok. Yay! Já, nei, En við ætlum líka að nerfa Cypher, þannig að, ég er mjög spennt að sjá já. hvað þeir gera. Því þeir eru ekki að breyta mitt, hvað var það? Sage, Gekko, Phoenix, Cypher. A.k.a. Sage og Phoenix buff, a.k.a. Gekko og Cypher nerf. Já. En þau sögðu changes sem Já, þýðir það þessu þeir- changes við þessa 4 agenda sem þýðir að þau eru ekki búin að segja hvernig þau ætla að buffa og hvernig þau ætla að nerfa, Nei, en það veitu allir. En við erum einnigilegt tilbúið hérna. Fáum að sjá komin Já. hérna bara innipúkin er Club King with a hammer and a jet. Where's the ISO? Where's the ISO? Engin vóið ef að spila þetta í kvöld. Innipúkin svo bara inn fyrir hana. Já. Þannig við sjáum Fate inn í staðinn fyrir Sky. Emsa ætlar á Breach þá. Ekki KO. Við vartum að vera mjög convincing, ok, kynna Club King with komin að ISO. I like it, I like it. Elger fyrir á Jet. Nei. Hún er eitthvað óákveðin. Þær eru ekki með neitt til að brjóta tripp ef þau fara ekki í reysina. Það er satt, það gæti að mynd Þannig að þær fyrir eiginlega hugsunin. verða að fara að reysin hérna ef þau eru alltaf ekki að vera með eitthvað eins og Sova eða Breach. Já. Eru með frekar sterkt defense kompið, það er ekki að fara inn á Sage og Cypher. Já. Samt ekkert svo slæmt þar sem minn Sage vera, ok, Sage er léleg, punktur. Hún er að fá buff. Það vita allir hún er að fá buff. Það er enginn eitthvað, Já, já. changes. Kannski ætlaði þeir að nerfa eitthvað. Nei. Það heldur það Kanski, ok, let me cook. Það er ekki að ríförta hérna uppáflega changes sem það gerði þar sem þegar hún healar sjálfan sig, þá, að því núna þegar hún healar sjálfan sig, fær hún 30 HP, sem er bara, who did that? Við ætlum að nerfa Battle Sage. Já, Ok, þú fuck veist. you. Það meikar engan sens líka við. Nei, en ég held að þurfi bara miklu meira en það. Ég held að þessi Phoenix og Sage sé bara bæði að fara að fá eitthvað major rework núna. Ef það kemur change á Phoenix ultinu. Nei, það mun aldrei gerast. Það mun aldrei gerast. Það sem hann getur að cancela hvernig sem er. Það verður crazy. Það verður crazy. Já, það væri Sage er þetta ekki nice. Annarkvort eitthvað í tengslu við slow orb eða veggurinn. Ég held að breyta ekki healið. Ég væri til að sjá slow-orbin fara niður í 150. Það fjölbreytir það. Já. Nei, að þú veist, mér finnst bæið, pistol round bæið hjá Sage er svo limiting. Út af Ég veit hvað það. utilegan er ógeðslega dýrt. Þú veist, þú getur farið eitt slow-orb og ghost eða eitthvað. Þú veist, mér finnst það gera hana, mér finnst það ekki vera broken að slow-orbið kosti 50 minna. En það myndi breyta svo miklu fyrir pistol roundin hennar. What if við buffuðu vegginn hennar meira en hún er bara með eitt hérna Sage the slow orb. Low-key. Það væri alveg fínt
change, no? Að því mér finnst, Ég held að breyti bara, ég held að þessi change sem breytir einhver. jú, það sem gerir Sage eitthvað tíman valuable í kompi er bara slow push og ef þú ert á móti góðum Sage, hún nýtir slow push vel. Þannig að Já. annarkvort þau svona Og slightly þannig að buffa slow þú pushið þannig að tekur það sem er gott frá henni, þá Nei, 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 ertu nei, búin að drepa hana. já, en veggurinn er alltaf líka góður. Já, en ef þú tekur eitt slóurbi í burtu, þá er þetta svona eins og þeir gerðu við Viper. Já, við ætlum að Já. stækka mollíin hennar, en við ætlum að taka Gætu hann í burtu. Reverstaða í gamla vegginn þar sem það fer, þú veist, instantly í full HP, ekki Hell no. Það verður crazy. Hell no. Það verður crazy. Þessi leikur er nógu slow Já. í þessu Sentinel Turbo meta nú þegar. Við Já. erum að fara í eitthvað smá tech pause hérna. Þannig að Ekkert mál, við höldum áfram að ég hefum þessi changes. Phoenix er ekki alveg viss. Þeir breyta ekki flassun hans. Nei. Flassun hans er Ég vil, þegar ógeðslega pirrandi. það er eitt sem að þú getur ekki gert með Phoenix. Það er að spila með ISO. Það er veggurinn að skýra damage. Það er entry utility á Phoenix. Og þú Svona eins getur og- ekki notað með ISO. Af því að þú mynd brjóta skuldina þess ISO. Já, ok. Þannig ég vil sjá þeir gera sama og þeir gerðu við Neon 2 vikum eftir að Neon kom út og tóku friendly færið af veggnum hennar. Það verður alveg cool. Það er eitthvað sem gæti breytt einhverju. Og það myndi samt einhvern veginn ekki make sense fyrir kitið hans. Kannski friendly fire á hérna healun hans líka. Þú verður ekki lengur með einhvern trolling Phoenix á mennskast í liðinu sinni. Það var Er það að meina að mollið hans híli teammates líka? Nei, heal er bara sjálfan sig en gerir ekki damage. Já, það er það sem ég hugsa, sko. Já, en það verður bæði á vegginn og Já. allt. En Það verður þá reyndar, áhugavert. er það að tala um að það gerir damage ekki á heldur á enemies? Jú. Jú. En bara eins og Mér reyndar, ég held að það væri mjög powerful. Ég held að væri, þetta myndi bara reduce the trolling, low-key. Og já, en þú getur líka bara mollið eitthvað entrance og hlupið sérna í gegnum það sjálfur og eitthvað, eða þú veist, þú getur mollið eitthvað choke point sem að Já. hitliðar pussa í gegnum og síðan færðu bara push í gegnum mollið af því að það damage er ekki hitlið og þetta verður svona get awkward einhvern veginn. jú, Sko, svo ég- ég það held- er ég held engin að væri volley í leiknum sem gerir Ég- ekki damage við allies. Nei, ég Kannski held, bara, ég held að væri bara meira balance að taka allt damage á vegnum. Bæði við teammates og enemies. en þá meikar engan sens að það myndi heala. Nei, gefa honum annað molly, láta enda stittra. Hann er með sama healing power Já, jú. með 2 mollys en það myndi þau kannski enda make stittra og hann getur verið meira creative með 2 mollys en þau gera minna damage kannski, heala minna eða eitthvað, I don't know. I don't know. Það er ástæða fyrir þetta, það er ástæða fyrir að öllum duelistum var breytt nema Phoenix, af því að þeir vissu bara ekkert hvað þeir ætla að gera við Phoenix. Já, Það er líka, það issue sem þeir eru rosalega mikið með núna er að þeir eru mjög mikið að vera reyna að ná í nýjum playerum, nýbúin að releasa leiknum á konsól og Já. Phoenix er starter agent. alveg. Þannig að hann má í rauninni ekki vera allt of flókin. Við erum með Brimstone sem er einfaldast til smókerinn. Við erum með Jet sem er bara Jadash. Og þú veist, við erum með Já, Sage ok. Já. og svo við erum með þessa ógeðslega einföldu agent sem þú byrjar með. Það væri brenglega og Phoenix væri síðan bara turbo flókin. Já. En Jet er endar ekki svona auðveld. nei, En þú veist, jú. hún er ein... Skill floor. Þá er það Þú ekkert, veist- þú veist, insane. Já, það er engin agent auðveldur í hægurengi. Já. En við erum komin hérna í leik. Tech pose er búið. Sýnist að Controllers verður að fara bara í top mid push. Eru þetta 5 og sem með double kill. Remaining. Spike Eru down bara mid. í svolítið miklu bobbun á top mid og Simple Cripples klárar þetta með triple. Mér leiður þess að ég sá það ránd ekki, sko. Það gerðist. Það var líka svolítið áhugavert play. Fórum við seint inn í leikina eða var þetta bara búið strax? Bæði. A little bit of both. Little bit of both. Ég er ekki alveg rosalega hrifin af 5-man top mid push. Nei, við sáum þetta líka oft frá klöts, sko. Það virkaði aldrei. Ekki 5-man. En þær fóru stundum 4. Já, 4 er miklu betra en 5 strax. Já, það er samt svona, þú veist, þegar deyið allar, þá breytið það mjög litlu. Já, svo sem. Ef allir í þessu formæðanbúsi eru dauður og lurkið fær eitthvað í value úr lurkinu sínu, þá breytið það engum máli. Það eru komnar inn að byrja að lurka
að reyndar erum við með elgerina í lurkunu mid. Það eru 4 sem vilja fara Býð út skjöldin. Pumpkin með píkið. Er ekki alveg tilbúin samt að vona Nei, það? það er kannski líka bara sniðut en þú átt ekki að taka þess að fæta við 4 manneskjur hana. Nei, Elki komin upp á bóksið hérna inn í smónum. við erum samt að því. Nástóndi gott spammina á plumkingun í CTM. En hún ræðir nær elgerina. Nær líka bjöklum. Það eru nú 3 bara fastar elbow. Eru reyndar með bombu. Emsa lág hann að sæt, Club Penguin líka. Emsa bara inn á sætt, vita hjá henni og Emsa nær pikkinin á Spike pönnupunnu. down A. Líka vinni líka One fyrir. enemy Og það tófa remaining. einn eftir henni, 1v5. Nær hún að gera hvað damage? Þarna gera þær mjög vel að þeir sem eru lágir eru ekki að taka þetta fyrsta kontakt. Og þær sem eru einmitt full HP pusha saman, eru ekki að gefa þetta 1v1. Já. Mjög convincing rounds til að byrja með hjá Gold Diggers. Sjáum bara til hvort þær haldið þessu áfram. Þrólis var að finna hérna fyrir því í fyrstu 2 umferðum að það er kannski ekkert sniðugt að ego-tjala besta mappi hjá þessum liðum. En So far besta leikurinn- mappið. Við erum nú ekki búin að Já. sjá það mörg maps hjá öllum liðum. En nei, en convincing map hjá... að velja mappi sem þau hafa staðið sér best á er Já. crazy work. En þetta er bara 2 round. Pistol segja er bara hálfa sögu. Og við erum farin inn í bónusinn þeirra. 5 mann B hérna. Neitið mun taka út Cypher-drippin hérna. Já, gera það, þannig. Það er smá hrættið það. Er reyndar með 1 trip ennþá og er með one way. En smokið reyndar kemur í gegn, þannig það er ekki alveg að nýta sér það. Þetta er common mistake, ég veit ekki alveg hversu oft ég lendi í þessu í komp. Já, það er smá communication issue hana með one way og smokin. Já, það gerist. En feit auga að spotta hana 3. Þær eru núna hrættar um eitthvað rotate eða hugsaðlega eitthvað lurk frá Cypher. En Control er búinn að taka tildugulega lítið pláss á mappunni hérna. Já, Gold Diggers eru reyndar með, eru bara í góða stöðu eins og þau voru hérna á móti Klats. Bara halda sig við sín sites, eru Bara þolinmóðar. þolinmóðar. Pökkur tekur hérna fight við Hönnupönnu sem opnar þessa 30 umferð seconds left. eftir Emsa er reyndar mjög close, nærinn á treytið en eru reyndar treytið hérna aftur tilbaka. Eru nú komna bara hérna 4v5. inn á A. Nýr singularity yfir hana. Very nice. Very nice. Spike planted. Eru nú komna við að plantið, það er ekki að spila ein elbow, nei þannig fer ein í megin. Flott skot frá Bjöllu á innibúgan. Elk er hana tjúkla fær ekki tæmingið segi ég. Nei, Gekkurflassi kemur í gegn. One enemy Spotta remaining. 2 og tófa með killin á Sleepy Pebbles og þá er Horizon einn eftir á móti 3 með Bulldog. Nær hún að gera eitthvað dæmi sína, nær tófi hérna en tíminn er reyndar ekki alveg að vinna með henni. One enemy remaining. Nærist þetta öðrum. Nær hún inn í vefur en Nær að taka af þeim hellingabyssum hana. Elskar hleypur bara í björtu, búið að vinna rándið. Mjög góð bónus samt. Góð bónus fyrir Gold Diggers. Nja, Ichi Nishan. Þetta er nú ekki, þetta er Karmeldansinn. My bad. Cultured. Ég sá bara hendunar hana. Já. Hún var að gera þennan sko. Já. Uncultured. En já, svolítið tæft svona bónusround fyrir controllers. Við erum búin að sjá svolítið tæft bónusrounds í öllum leikjunum. Já. Já. Ætlaðu að fara hérna aftur í A-push. Þetta trip er áhugavert. Já, það er mjög auðvitað að hoppa í það. Nei, ekki bara það heldur. Þú ert að setja 2 trips í staðan fyrir. Já, það líka. Já. En þú Næst má setja, sætti það líka ekki niður. nei, það er gott. Vill líka ekki gefa soundcue, það eru að kontakta henni upp aðeins, sé ég. Ég er að fara að labba beint inn í Club Penguin. Ætlum að smá damage hana. Bara ping buns. Emsa með Emsa reyndar killið á venjulegu ykkar. Bjalla líka very low. Brýtur skjöldið strax.
Það er nú 5-4. Þessi helvitis peski æsarskjöldur hann farinn. Já, Elskar kominn inn á sæt. Það er reyndar aðeins erfiðara með að fylgja henni. Info og breykinu á hann á link. Emsa með 2. Spæking kemur niður, en það ná stöður þar frekar. Flott skot þannig á Tófi. Plum Penguin er 1 HP. Bjakla með killiðina á Horizon. Sisi kemur inn, nærðum báðum, sýnist mér. Og innibúkinn hérna. Spreyið, ekki alveg að tengja. Það er Bjakla einu eftir 1-3. Plum Penguin og Emsa bæði mjög low. Þannig að söpinn að vera hetja. Feit prálinn, spotar hann ekki. Hefur 20 sekundur. Smók feitar. Hinn prálinn gerði það ekki heldur. Emsa ekki tilbúin fyrir þetta. Ef hann næri innibúkunum minna þá er þetta mjög vinnalegt. Og Plum Penguin ekki með crossflyrið. En næri ekki alveg. Erfitt rándana. Þær voru að spila í svona svokallað crossfire leiku við Plum Penguin. En samt hefði verið mjög auðvelt að fá tæmingina á Plum Penguin því hún var ekki mjög tilbúin að svinga í crossfire. Nei, svo sem ekki. Það kom smá spreyjarna frá innibúkanum áður en að Plum Penguin... Ég hati þetta nafn. Plum Penguin. Ég elska þetta nafn. Já, þetta er skemmtilegt nafn, en ég hata að segja það. Það er svo erfitt að segja þetta. Plum Penguin var mjög leitað neðsvingið. Já, ekkert mjög leit. Nei, en þú veist... Er þetta tripp neðalega? Nógu leit til að skipta máli. Hún er ekki lengur með one way. Nei. Ég veit ekki hvort það sé út af því það var alltaf smóka fyrir. Eða hvort hún bara gat ekki setja upp. Hanna tekur hún hann á one way trip. Svo það er mitt rosalega pirrandi með Cypher er að þetta one way trip. Þetta var... Þetta er óhenni. Þetta var smá tilting. En nei, það sem ég var að segja, one way tripið, það sem gera það svo OP er að þú þarft einmitt rosalega gott djúð til að taka það á móti innipúkin með double killina á fólkinn sem ætla að sníka upp hérna í market. Ríkvælega hana í gegnum boxið í hausin á Bjöllu Já. er insanely og mikil óhefni. Guardian vandaði í gegnum smókið. 30 seconds left. Já. Þetta er leiðilegt ránd fyrir controllers. Emsa kom inn djúpt hérna, er að taka mótið báðum. Það er bara frekar snirtir. Þetta er ekki tilbúna fyrir þetta, ekki kominn að horfa á þetta. Það eru nú bara, já. Emsa var tilbúin fyrir þetta push. Maður spyr sér mitt hvort að... það er nú... Gott replay. Komin á annan map. Nei, já. Observerun okkar saknar þess að horfa bara svo eru lörkaðana greinlega. Haldilega, ég gerði það líka. Það var mjög gaman. Það er meðan það er strax verið að spila Goldegg, strax verið að spila aðeins meira aggressiv en það spilaði á móti Klats. Við sáum Emsöðan í pósu við Elbow og hún hefði aldrei gert á móti Klats. En þetta var ekki neikvæð pósa? Nei. Þetta var ekki lélegt en hefði hún jiglað það frekar, það verið betra. Það minn sko að segja, ég myndi gera það sjálf út á móti Íko. En ef voru þeir á... Það var svolítið skrítið það. Kom hérna með... Ræðsson 5 HB. Sheriff tengir hausinn á hennan. Og hún má eiginlega alls ekki píka hérna. Kom hérna. Svolítið hátt yfir en næra komast hérna í spawn. Innibúkið með pikk en það er treytið. Stórt treytið og seifa. Sér 3. Ég ætla samt að fara í þetta. Það eru nú 3 árinni í Boba. Slowarbygg kemur hana, tekur Horizon svolítið úr þessu fæti. Brýtur skjöldin og Emsa er að labba hann í bakið á Elger. Stönnið Elger píkar hana mistar hana og Elger fær Emsu. pikk. Og nú fáum við örugglega að sjá bara rótitið, ná í byssurinn að vita báðum. Hvað er langt í Sage? Horizon er mjög low, Sage eftir 15. Veggur samt til að tefja eftir. Ef það er að spila með heal, þetta er mjög winnable round. Það er líka með res. Nei, finnur hún í resið, ekki gera það. Nei, ok, gott. Nei, vola rampina, mjög góð veggur. Það er verið að brjóta vegginn hérna. Það er fá híli hérna.
Þetta er winnable round. Þetta er mjög winnable round. Klofkengun 1 HP en Elgar nær ekki alveg tengingu hana. Nær overhealiðina. Þá er Vanilli Wafer einu eftir í 1 á móti 2 með 60 HP. Klóf með overheal og Horizon þannig 5 HP frá byrjun. Ennþá lifandi. Tekur í sig fyrsta skotið í umferðinni, beint í haus. Og það er bara Umferðina. vel gert. Svolítið klaufalegt hana. Svolítið klöðulegt. Og spyrst ég hvort að segja she's one shot. Og svo nær maður bara að waifa algjörlega á mannsku. Það er classic. Ég sá að Elgar var ekki að spraya hana. Þannig að ferja bara í sprayið og hittir einu kúlu, held ég. Ég held hún að vera að reyna að hitta haus. Já. Tappa hana haus. Það er bara svolítið mikið miscommunication hana. Þær eiga að vita að hún var dinguð hana á myndinu. Og þær eiga að vita að hún getur ekki fara upp í healin nema hún fá, upp í helsin nema hún fá kill. Sem hún fekk ekki. Þær vilja nú fara hérna í B-postmögulega. Eru með Gekko-ulti hérna. Og taka Rick með Gekko-máli. Eru að þetta fara að tvær hérna backside. labba ekki í hit-trippin. Elgar skýtu það. Tekur fætið hann á backside. Resli kemur út og Vanilli Wafer svingar með restinu nær henni upp. Skiptir eitthvað máli. Horizon næst hann 2 backside. Inn með Horizon með quad. 4! Hún er á móti 2. Næri hún. Getur hún náðið 6k-ina? Ég væri til í 6k-ina. Rétt, svo missið hana. Tova er 1 HP. Kom með ace-inn í gegn og kom með 6k. 7! Bitti. Ok. 7 kill! Í einni umferð! Ha? Jesus Christ. Þá er Horizon komin bara með, þetta er örugglega fyrsta 7k sem ég bara séð. Ég hef aldrei actually séð genuine 7k. Ég hef séð það með Phoenix ulti, en ha? What? Þetta var klikkað. Ég hef ekki séð þetta vaff nema bara í deathmatch. Já. Jesus Christ. Hún er 13-2. Hún var með 6 kill þess að umferð byrjaði. Hún var með 6 kill þess að síðasta umferð byrjaði. Hún er með 13 núna. Oh my god. Þetta var crazy. Maður er bara í sjokki. Maður er bara 7 kills. Jesus Christ. Ok, já. Ég held að það sé bara skemmtilegast að horfa á Goldegger spila Sunset á þessu móti kannilega. Já. There. Oh my god. Oh my god. En sko sig. Hann með ég er í sjokki sko. Horizon alveg kannski Horizon aðeins og heita þetta síðustar á. Sjúkar alveg hann út, en Club Penguin samt með treytið út af þessu skildi. Emsa með góða position, hann að Tova bara standandi hana með Utili úti. Spike down A. Elgar skilur hann eftir, pussar hann á sæti að klýra hana. Emsa samt að killa henni á móti. Vanilli Wafer með Plum Penguin. Báðar lágar líka. Þá er Vanilli Wafer aftur henni einu eftir 60 HP. Spike er ekki komið niður. Nær gott skot. Circle Pebbles. Spike er lengst komin upp í elbow. Þetta er rosalega Innipúkin langar að píka þetta. að píka hana. Þá er það 7-1 fyrir Golddiggers. Their teeth will chatter Sjö, in the skemmtilegt tala. cold and dark. Já. Já, Hvað gera controllers nú? Hvað gera þær? Já, hérna kemur timeout, það er reglulega að hugsa um það. Já, þetta hérna, ég er að tárast hérna sko. This shit's so beautiful. já, einmitt. Nei, ég hef andjóks aldrei séð 7K nema í Mats. CDM. Ég hef aldrei séð in-game. Aldrei. Ég sé 6K alveg nokkru sinnum, en 7K? Púff. 6K er nefnilega rare, af því þú þarfst að vera annarkvort á móti með Phoenix, Clove eða Sage. Já, og meira þess að þegar það er hérna Phoenix eða KO, Já, þá eða telst KO. það ekki sem kill. Nei. Það er ekki Já, actual. alveg rétt, alveg rétt. Það er Þannig ekki að basically actual bara 6K. Sage eða Clove. Já. Þannig, vá. Statistically, prósentan á þessu er extremely rare. Já, það þú sért til að byrja með að spila móti Sage, Og Clove. sko, Clove aðeins líklegri, en Sage er ekki líklegt
hvað þá Clove og Sage, þannig að og að þau séu bæði með ult og að Sage fá að nota ultið sitt og að Clove noti sitt. Það er bara, þetta eru stjarnfræðilega lága líkur. Já. Og að þú drepir líka alla hina. Það er líka, það er erfiðasti parturinn. Já, En það er ekkert nóg að það gerist bara bæði, þú þarf líka að drepa alla. nákvæmlega, það eru komin í smávegis default en að síns mér, eru ekki alveg nógu hrifnar af 5 eða 4 manna push. Reis ult uppi, Cypher ult uppi, Geta já, ekki gert eitthvað með. controllers. Ætla bara, nei, market reyndar er lokað. Horizon er með crossina í top mid. Já. Ég man vividly eftir því þegar hún hélt saman crossi og fekk 3 á móti Clutch þegar þær píka hana bara one by one. Ekki gera það aftur, Ég please. gerði það aftur, nei. Hvað gerði það nú? Vanilli Vapor er komin í svolítið skemmtilega stöðina en inn í búkinn, spottar hana. Ekki að horfa á ramp. Nei, Reiki kemur hann mittið sem að nær engum. þær halda kannski að þetta sé frekar mid-push en þær eru nú komnar eiginlega bara Úlpur Molly, aðeins meira inn á A. Emsa er bara hérna upp í elbow. Hannapanna með gott lurkan á middinu, 30 seconds nær left. Horizon aftur á sama lurki. Kemur flassinni gegn frá Emsu. Nær ekki killi en Elker er í svolítið mikla baráttu þannig að Ekki að tengja skotunum sínum, Elsker tengir 2 í body hana, gerur 110. Það Tófa er samt- með annað pikk á middinu 12 og sekúndur eftir. B eru samt opið. Þær verða að brjóta þess að hurra hratt. hlaupa! Hlaupa! Wingman! Spike wings. Hafa þið tíma. Nei, Þú stendur hann nú langt. þú setur hann á langt! Nei, Tófa! Þarna tekur þú bara hnífinn út og planta sjálf. Tryggir það bara að þú klúrar þess ekki. Og þannig er, Elker samt með 3. en ekki að það skipti miklu máli. Penningurinn hjá Golddiggers á þessum tímapunkti er of góður. þetta var sárt. Þetta var sárt. Það var svo vinnanlegt. Ég ætla að segja unlucky en það var ekki unlucky. Nei. Það var bara, já. Kannski var þetta var örugglega panik. Já, Ég gefa það, þetta var örugglega panik. alveg á nefa Á nefa. en Þetta er svo sárt. En, það er hann að töluðum mikið um það að þetta er svo rosalega mikið svona muscle með mér að gera svona hluti. Það nátti ekkert endilega að vera að senda Wingman. Wingman Nei. hleypur jafn hratt og þú. Elsker fór í trippið, er samt trippin á Simply Pebbles með spamminni gegn Elsker á að Horizon og Simply Pebbles alveg með þetta B-hold bara. Elsker á að vita þessu dreip og hún lendi áður. Og búinn að skjóta það einu sinni líka. Á ekki að vera að lendi því svona mikið. En þær eru komna nú bara hérna á A. Búin að beita út. Flott skot frá Hönnu. Hanna Hanna konsistently að fá pikkin á middinu. með góð lurkstina ég myndi í gegn. Já, en já, mjög gott leik. Já. Ég væri venjulega ekki mjög hrifin af þessu trippi en við skulum leiðið sleppa núna þar sem það er enginn að fara í gegnum spán. Já, nei, þetta tripp er Þetta tripp er ekki gott. not it. En En Vanilli Vapor í góð stöðuna, ef hún heldur í þessari stöðu og píkar ekki. Hún er að horfa vilt átt. Það er tímiðin er að horfa á þetta og þið eru með tripp. Þá er Tófa hérna komin upp með Util og svo strax svingað. Það var hann ekki. Já, það er Hún var líka fade seized þannig hún hefði ekki neitt. The same old tricks. En það var smá miscommunication þannig. Já, það spila á móti Clove, Fade og Cypher. Það er enginn að fara að hoppa yfir þetta tripp. Ef hún heldur þessu stöðu, það var ekki óviss að hana. Já, Örugglega út á þessu trippi samt. já, það er bara svona, ó, býttu, þær geta labbað ekki um spánu okkar. Já. Ekki, kannski, ég vona að það hafi verið það sem gerðist Já. og þetta tripp komi ekki aftur. Já. Og það komi hann að hægra megin, þar sem það lokar fyrir bæði mitt og spáðan. Já. Og er ekki hægt að hoppa yfir það út af stiganum. Líka bara í þeirri stöðu þú ert að heyra þér labba niður Já. shortið. Í þeirri stöðu áttu bara að gamla að það sé engin flank. Já, ég líka bara veit ekki alveg hvað það er sem að lætur þið snúa við þegar þú heyrir í þeim við hliðina þér hinum megin. Já. Það er eitthvað skrítið call sem kemur hann inn. Það var eitthvað Eitthvað sem við þarna heyrum í gangi, já, eitthvað í gangi í comms. Ég sá líka að hún Vanilli pingaði hana þannig að
Þú getur ekki reynd að segja mér hún heyrði þetta ekki. Nei, En þetta er óefni. það var ofni, þetta gerist. Það var eitthvað call sem að fór hann úrskeiðis og var til þess að þetta gerðist. Og staðan er núna 9-1. This is a nice spot. Communication issues samt sem að eitt af svona helstu vandamálum í eiginlega flest liðin myndi ég segja. Já, en ég myndi segja að það væri fyrirgefanlegast í controllers því þessar stelpur þekkjast ekki neitt fyrir í mót. Það eru búin að spila minnst saman af öllum sem eru Það er satt. á þessu móti. Communication issues í aðeins hérna. Fer yfir trippið. Með gott kill. Geggja Satchel. Ræst. Nær Horizon líka, ulti kemur út, innipúkinn með hönnupönnu á middinu hérna. Og Horizon verður að pussa núna. Nær Vanilliveifer er búinn að ná revive-inu sinni alveg. Komin hérna með triple kill. Og hún bara heldur þessu sæti. Bjaklar enda með flott killin á Flappa Penguin. En er ekki alveg tilbúin fyrir double pushina frá innipúkinn og Horizon. Horizon alveg að halda þetta sæt þótt að Slippery Pebble stayr. Hún er bara tilbúin og Þetta retake hjá Horizon er fáránlegt á það. já. Hún er one man army, hún bara, fuck it, ég tek þetta bara sjálf. Úps, ég má ekki segja svona. Já. Ég er orðinn of spenntur, ég þarf að ná mig niður. Já. Ég þarf að vera að senna Halda þér. Ég þarf að vera að inn, senna halda þér. út, halda, já. Það, bíóholdi er alveg hættulegt inni. Það er ekki að senna hann göngutúr á þjóðveginn eða eitthvað, ég veit það ekki. Já. Það er, reyndar er, já, Flappa Penguin komin hérna á BM með Slippery Pebbles. Eitt, ég verð að viðurkenna. Þetta trip hérna hjá Cypher á defense. Sure, one-way tripið er gott, en gemd það í smástund. Það Smástund. er svo auðvelt að setja bara eftir að Já, springa springur og þá getur það ekkert gert lengur. nákvæmlega. Þú getur meira að segja, hann að fara Ó. með reyndar gott lurkina. Flott killana, mynd er samsemaður, kannski ofhætt statti. Harða á hinum með mappið, þær eru bara konum með hérna frýtt plant. Já. Hún er 3-4 og eru reynda með bæði Icehold og Breachhold. Þetta er þetta mjög skemmtilegt positionu við Björlu. Þannig að þær eru með vegginn þannig að þær eru eitthvað, ok, heyrðu. Bekkarinn kemur í gegn. Hún er ekki Æsavekkurinn er góður hana. Eru komin með pussinni í gegn. Nú er þetta 3-3. Vanilliveifer með ult en á eiginlega ekki Æsavekkurinn, flott skot fyrir Vanilliveifer, tekur Flappa Penguin niður í 1. 1v1. Er ekki með Icehold. Hann er með það núna. Það er engin tími. Það er controllers komnar með round nummer 2. Þannig að svolítið Á minnskosti endaður ekki fyrsta helmingin á lossi. Nei, Switching sides. það er rétt. Momentum! Momentum. Halda dampinn. Já, líka hana kannski svolítið klúður hjá Horizon og hver var það sem var lífandi með þeim, var það Emsa. Að mér fannst pushið með Iceholdinu vera bara non-existent einhvern veginn. Það er eitthvað svona, ok, ítum smá upp, býðum eftir að hún klári þetta fight. Síðan förum við allar 3 saman. Já, En þá tapar það bara tíma. nákvæmlega. Þær voru mynd með Breachhold. Hefði þær kannski bara gamblað Iceholdið bara upp á... Sko, Iceholdið, kostur við Iceholdið, það bæði gefur ákveð info. Já. Af því það er ekki eins og þú getur dodgað það. Nefnum þú sér bara alveg handur við honum. En... Infovelkarina. Veggur kemur upp, skjóta hann, ná að brjóta hann. Þarna þarf communication, við ætlum að skjóta þennan kubb í pistols af því annars nær hann að harðna og þá ertu svolítið lengi í gegnum hann. Já, eru nú eiginlega komnar 4 á AF, Vanilliveifer svolítið erfiðastöðu, innipúkinn dripur hana í gegnum smák. Og Iso fær damage hana þannig að hann fær skjöldið sér tilbaka. Sem eru með Björklu, Tófi með Flappa Penguin og Slippery Pebbles líka með Tófi. Hannabanna með Gott heitan á móti. bækinn hana. 3-2, Golddiggers. One enemy remaining. Eru reyndar með gott hérna. Horizon fær Pushing healið elbow. hana. Hann að panna einina eftir. Nær hún að gera eitthvað damage, nær hún að stoppa plant. Emsa, píka. Spike planted. Gott stönn hana. HB, ekkert alveg, já. Sniðut að rætklika hana.
ætlar að fæta þetta bara með þessu. Nei, hún hætti við. Nýja skinnið. Þetta er very pretty. Gullita variantið, I like that. Já, Erstu búin að kaupa þetta? nei. En Ekki heldur. hún er að smóka hérna off. Ekki bara Spike reyndar heldur hitt. Ætli hún að stikka. Heyri steppin hann að Heyri stefna þannig mitt. ætti að vita hún nær aldrei að stikka þetta. Nei. Ég fíla það að stikka first half Já, en gæti hafa nýtt sér það svolítið betur að smóka nær. augað spotta hann ekki. Já, auga spotta hann ekki. Augað fór úr djúft og spottaði ekki Spike. Líka bara smóka spækið. Já. Þarna, myndi ég segja. Af því þær geta svo auðvitað að pussa báðar út á saman tíma í sikuru megin. Og hún hefur ekki beint tök á því að Fæta það bæði, nei. Fæta það bæði. En eru komnar í svolítið svona róttilegar stöður hérna á aðinni. Þetta eru reyndar Samt hættulegt Svo, á já. móti feitur í fílinu og gekkoflasið sem að fær bæði info. Nei, ekki gekkoflasið segi ég hérna. Heitur vilja reyndar spottar ekki. Það er rót þetta bara. Komna með info. Hannapanna er komin hérna Hannapanna. mjög nálægt. Klappkengurinn veit að því. Ætlum við Góðu gott hít skaði þarna. á Horizon. Bjalla á middinu. Gerir smá damage en klappkengurinn dreipur tófurina í leiðinni. Eitt sem er hana mjög slemt að taka þetta fight er að Club Kengurinn fær að refresta skildinni sinum sem er samt komið niður. Erfitt timing þarna. M-staðana sem betur fyrir til að bjarga Club. Hvað gera það nú? One enemy remaining. Það er verið að bara fæta. Þetta er unwinnable round. Já, Já, gerir smá damage. næs. Flott síðastu skot. Það var það matchpointinu fyrir Gold Diggers. Hvað gera controllers nú? Eru nú með full buy en verðar vinna 10 rounds í röð til að segja möguleika á overtime. Ég get sagt þér hvað controllers gera næst. Þær fara yfir challenge mode og banna besta mappi hjá næsta liðinu sem þið spila móti. Já. They're testing their limits. En Já. er þetta besti tíminn til þess að gera það? Nei, eins og ég sagði í byrjun útsendingar, Já. við erum hálnuð núna í gegnum hérna riðilinn og núna ertu komin á þann stað og þú þarft að fara að vinna leiki. Þú getur ekki verið í einhverju tilraunastarfsemi á þessum tímabúti. Það er vilja fara í eitthvað skona mid-push. Reyndar Bjarkla með flott skotan á innipúkin. Og flott spann Annars hana. sko tófa með vikan í gegn líka. Það er bara 2 eftir hérna hjá Gold Diggers. Djúvel er ég tilbúin fyrir þetta hérna reverse sweep. Ræsum að pika hannabannu sem er búin að labba niður aðeins. Flott skot af Bjöllu. Spekt er alveg nýtt sér. Einn eftir góðu skaði hana. Tófa lág, Vanilli veið fyrir ekki með neinn skjöld og elkir ekki heldur. Spara engan skjöld og 3 byssur. Bara freka gott bónus myndi ég segja. Algjörlega. Stendi ekkert í góðan bónus fyrir en að Ræsum færa hana 2. Já, það var svolítið nýrlega hættilega sem spektarum minn, skal Já. ég segja. Svolítið mikið svona Sixth Sense þannig þar sem hún snýr sér við eiginlega akkurat þegar hannapanna kemur í baki á henni. Óefni. Já. Cypher hana deyr fyrstur og neita trippum strax og fyrir lokar fyrir hérna. Gold Diggers vilja fara hérna í B-push. Það er bara Vanilli veið fyrir hérna inn á side. Vill fara, býtu, Milli þetta. I like this. Þetta er kinda Það er að halda hún sé upp á vektum, en nope. Ég væri svo sem stressaði við því líka sko. Já, Meðan- það er, Líka þessi kassi hana við liðin og til að hoppa upp á hann. þær vilja ekki fara. Ég hélt að hún væri að fara að gera það fyrst. Hún væri Já. bara að nota kassan til að hoppa upp á veginn. Og ég var svona, nei, ekki gera það.
þær vilja frekar fara bara inn á Æsó A. poppar á middinu. Poppar aðeins að snemma, hann er að fara að vera komið niður áður hún er Últið kemur í áður gegn. hún kemst inn í últið. Hann að panna hérna í svakalegu 1v1. Shaky! Hann að panna klára þetta með Bulldog. My camera Þetta var svolítið erfitt vonið með annana. Já, Aðeins lengra kannski en það hefði átt að vera. var mjög lengi en hérna Goldegger svona satt ekki að nýta sér það að Cypher Utility liggur niður á meðan hún er í sjólti. Nei. Fínt spreyjarna frá Bjöllu tengir örlítið skada í emsu, eitt skot í Simple Bubbles. Píkar henni í gegn. Nær emsu, Simple Bubbles með treytið, ulti kemur út. Innipúkin er one shot. Vita af þremanna, verða samt að fæta það, hafa ekki tíma til að fara B. Vanilli við fyrir kemur hérna seint á rottindinu. Það er Flott doppelpík frá Tófi og í gennum smókin. Bara svona einu eftir, það er 9 sekundur eftir. Hún hefur engan tíma til að ná bombu og planta, þannig hún sefur bara. Right? Já, hún sefur bara. Er enda í smá bombu hérna, sandwiched? Nær einni byssu. Nær annari byssu. Hætti að gefa henni þetta, please! Hún er komið ulti. Var hún enda með ulti í síðasta rand? Ég tók ekki nóg vel eftir því kannski. Veit það ekki. Nei, hún var ekki. Hún fekk... Hérna sjá þetta ISO-ult aftur. Þannig að tengir ekki alveg. Þetta er aðeins svo mikið í spreyið og... Svolítið erfitt vonið við annana. En það gerist. Þarna samt að því að ISO svona lengi í... Hérna... Þarna var einmitt aftur communication. Að segja bara, ég náði Cypher. Gunnið inn á site. Já. Að því siteið er basically clear. Líka Já, bara fade brawler, in elbow. Breach flash í gernum vegginn. Bara in. Fade reveal á side. Já, bara fast. En... Og þá líka bara ef hún tapar þessu 1v1 sem hún gerði, þá stendur bara við hliðina á Cypher þegar hann kemur úr því. Já. Því að hún var bara hana upp við vegginn. Hún var einmitt í mjög vulnerable stuðið hana. Við ætla ekki að píka mitt í Ætlaði hennar. að bíða eftir stage-vegnum. Það er gæna. Það er ballsy. Þá vona ég svo innilega að Vanilli verði löppuðast, hún er ekki farin. Hún ætlar að spila þessa position á... Það er clear hana. En það er ekki að clear hana. Hún er komin og að hún er með vera triple kill. Spike down B. Ulti frá Horizon kemur samt og... Hún pushar henni í gegn, hún vill fá fleiri. Og Horizon... Nær ace hérna. Það er bara ace eftir ace í þessum leikjum, finnst mér. Vá. Villis vil hana. Já, meðan þetta flott. Kannski smá mistök að prálurinn spottaði ekki. Já. En mannst líka flott. Hún bara var tilbúin í píkið og bara hélt áfram. Var ekki fara að taka aftur inn. Af því þannig, ef þú takkar aftur inn þá deyrir þið. Já. En hún pushaði bara. Hún var bara feeling it og pushaði það. Mannst það bara flott. Hérna... Með prowlerinn, ég get eiginlega ekki fólta það sko. Ég hef gert þetta rosalega oft með Gekko. Ok. Ég man eftir því. Já, þú varst í leiknum. Ég var í leiknum. Já. Það var... Ég horfði ekki til vinstri hana og það Nei. stendur einhver upp á kassanum og drifur 3 tíminduna og ég inn í main. Úps. Upsi. My bad. Það eru nú ekki það margir sem nefnilega spila hana uppi. Nei, af því þetta er líka, af því að ef það sér þig eitthvað hana, þá er þetta dauður. Þá ertu dauður. Og líka það kemur líka bara oft mjög oft reisnit ákvað sem að bara mun drepa þig þá líka. Já, Þú nákvæmlega. veist, án þess að þeir viti af þér, er bara tökum Cypher til, reisnitum hérna til vinstri. Þú bara Ég er hérna. Simple Bubbles með fyrsta pikkið hérna á Elger á A-inu sem er búinn að labba upp elbow. Ems er reyndar með, Ems, býtu, hún bara komst inn á B-site og ætlaði að píka markið. nei ég er að ruggla site sinna. Elger var að defenda elbow. Já. Hóa með pikk á Plub King, Horizon strax með treytið. 3 á móti 3. Það er einin í markinn, 1 top mid, Simple Bubbles með pikkinn á hennupönnu. Þannig að er bara clear. Spæki fyrir hérna niður 2v1. Það eru nú 2 hérna í retake. Ef, Með, nú verður hún Bjalla að fara fyrst. já, ég ætlaði að segja það. Bjalla verður að vera aggressiv hérna, reyna að fá pikk. Eða gengur ekki nóg vel, hún er með ulti. Já. En hún þarf að vera fyrst. Getur ekki últað sem defender eftir að spækinn komið niður að deilt síðust. Sem að, ok, flott pikk hana. 2 á móti 2. Orðið- Það er eitt hana í default. Últi kemur strax út. Þá er hún komið með ultið í gegn. Það er geta mögulega hlaupið í burtu en Simple Bubbles
Tíkar og klárar þetta. Ná hana 3 umferðum í þreim umferðum í defense, en það ekki nóg. Það ekki nóg. Þetta, já. Sunset. Gold Diggers og Sunset. Horizon líka bara. Oh my god. 7K. Hún og Plum Penguin á móti Clutch síðast á Sunset. Þær voru Void algjörar var stjörnur. líka. Void Void var var, já, líka. En Horizon í þessum leik var bara above and beyond. Vá, hvað var flott. Aftur 7K. Það er ekki alltaf það sem sé 7K. Nei. Þannig, vannast bara skemmtilega leikur. Þótt að það kannski fór ekki alveg eins vil fram og maður kannski átti vona. Nei. En Gold Diggers eru alveg brjálæslega convincing á Sunset og já, ég myndi segja að þetta væri bannable map. Já. Ég meina að það var svolítið svo leis eftir við sáum Clutch leikinn, en já, núna er þetta ennþá meira convincing að Sunset sé bara besta mappið so far. Já, allavega við höfum ekki séð betra mapp frá þeim. Við sáum þær tapa á móti Hött á Bind. Já. Voru það þær sem spilaði að Bissa móti Venus að var það Höttur? Ég held að, neða það var Hött sem spilaði að Bissa móti Snowball for Ice og þar og hvað nú man ég. Já, ég man ekki alveg hvað mapp það var sem þær töpuðu líka, en það er allavega búin að vinna. Báðir sigurarnir hjá Gold Diggers eru núna á Sunset. Já. Þannig að það er svo sem ætti að vera frekar obvious. Og ekki bara sigur, heldur bara. Nei, bara ekki einu sinni tæpi leikir. Sko. Þetta var 13-5, Clutch var 13-6. Já. Þær eru búin að spila 2 Sunset leiki en að þú getur gefið liðunum samanlega rándið sín og þau hefðu samt unnið. Já. Það er crazy. Já. Það er crazy. Kannski læra hinn liðina þessu. Ég segi það aftur. Við erum ekki að fara að sjá annað lið leyfa Sunset á móti Gold Diggers. Það er töpa á móti Venus síðustu viku á Lotus. Já, ok. Þær voru Já. of passívar í defense. Já, alveg Við rétt. böðum allir defense-randunum sínum. Þannig. Núna er ég að segja fólki í sannleikann. Það er enginn sem er ekki að fara að banna Sunset á móti Gold Diggers. Ólíklega. Nema, þú heldur að setja betri en Gold Diggers á Sunset. Sem ég væri til í að sjá það, sko. Ég væri til í að sjá það. Smá í góðsjál. En þá líka eru hinliðin ekkert að fara að vita á hvaða möppum Gold Diggers er líka góðir á. Því að þeir fá bara að vinna alla leikina sína Sunset kannski. Það er bara, herðu, hvernig eru þær á hinum möppunum? Við vitum það ekki. Jú, Við ætlum þetta er eitthvað möpp. Já, við vitum Bind og við vitum Lotus. Þær voru langmest convincing á Sunset og maður spyrir sér svona hvaða playstyle eru þær að spila á Sunset sem virkar svona vel en er ekki að virka á Lotus. Það er svo sami, þær eru rosalega rólegar í defense. Já. Þær voru Já, á joke. Lotus. Núna man ég það. Já. Já. Það Þar að þær byrjuði í defense og fóru út úr defense-helmingnum 6 umferðum undir, 9-3. Þannig að það virkar á sumum möppum, virkar ekki á þeim öllum. Já. Það líka fóru kannski svolítið heitara úr þessum fyrsta Sunset leik og voru bara herðu, ok, þetta virka ekki vel, gerum þetta í næsta leik líka. En glemdu að þú þarft að plæja mismunandi playstylum á mismunandi möppum. Já, það er satt. En við ætlum að taka stuttar auglýsingar hérna, fara í hlé, sem fyrir við síðasta leik kvöldsins, Clutch gegn Þór FE.
Velkomin aftur. Spennandi leikur. Yes. Ég er ennþá í sjokki yfir þessu 7K. 7K. Já, bara endur teka það. Við höfum aldrei séð svona áður. Ég hef spilað Valorant í 3 ár og ég hef aldrei séð 7K. Aldrei. Nei, akkurat. Ég er búinn að spila frá 2021. Já, 3 ár. Og ég hef ekki séð þetta heldur. Og bara það að þetta skildi gerast on stream Já, í móti. já, það er kind of nutty. Það er crazy. Crazy. Það er crazy. En síðasta leikurinn í dag, Þór FE á móti Klöts. Þetta verður svolítið skemmtilega leikur. Hvaða map heldur þau? Ekki Sunset. Jú, kannski. Ég held að Klöts vil ekki spila Sunset. Ég held að vilja kannski smá redemption. Já, kannski. Og ég held að það séu ekki lélar á Sunset. Ég held að þetta hafi verið ákveðið flug. Já, Ég held að það séu samt ekki bestar á Sunset. Upp á svona, já. herru. Ég prediktaði bænd í fyrsta leik, prediktaði bænd í öðrum leik og síðan næ ég ekki að predikta þriðja en það er bænd. Það er bænd. Ok. Já. Bænd. Ég ætla bara að fara að segja bænd alltaf, því að hver skipt sem ég segja ekki bænd, þá er það bænd. Þá kemur það mitt. Sko, bænd. Ég held að Þór allir leikir sem FM eftir móti þessu móti verið bænd. Já, Við höfum séð hvort liðið spila bænd. hvort liðið spila bænd. En Allavega á strími. Ég man ekki hvort að Þór spilaði. Þór var núna síðustu 2 umferðir off-stream og ég man ekki hvort þær spilaði bænd eða ekki. já. Bænd, já. Sko, málum með bænd. Þú getur þannig séð pikka hvað sem er. Líka við. Það er ekkert sem bannaðir það á öllum appum. Ok. Voðstem. Nei, varst- nei, ég skil hvað hún meinar. Já, það er hérna, sumir pikka double controller, sumir pikka Sentinel, sumir pikka double duelist, þú veist. Skiptir eiginlega engu máli, þannig það er kannski fínt fyrir Þór FE, þar sem ég veit að hérna, til dæmis Klöts er með meiri reynslu í leiknum, er með almenna séð Ég vil sjá annar liði fara 4 dúlist. 4 duelist. Já. Já. Ég er með read, treystu mér. Ok, já, anyways, já, Klöts er með hérna, aðeins hærri rank players eru Já, með meiri og reynslu líka á bara með, leiknum og strats og svoleiðis. Meðan Þór FE er kannski með meira svona limited agent pool og svoleiðis. og líka bara byrjar sem CS-lið. Eru nú vel sterkar samt í Valorant. Já, já, Það er bara margar þeirra hafa Intel og keppt í, svoleiðis. margar þeirra hafa keppt í Valorant. Já, Ég held að þetta verði fyrsti leikurinn sem við sáum Lilith on stream. já, alveg rétt, Lilith alveg rétt. Hún misti var, af fyrstu 2 umferðum, Mhm. síðan fóru þær bara off stream, þannig að en liðin er ready og við erum bara fann í leik, sjáum pikkin hérna. yes, Heard it here first, annar lið er að fara 4 dúlistar. ok, eitt Klöts er að fara að peka Viper. Ég minn Hane Reed right now. Ok, never mind. Það er ekki fara Viper. Ég ætla að segja að Viper hefði batt verið í liðinu. En það er ekki Viper. Við erum með bara frekar svona basic comp. Já, það er rangt fyrir mér. Mjög rangt fyrir mér. Ok, hvaða lið myndi pika 4 duelist? Ég veit það ekki. Það er bara verið, ég var ekkert að búast við því. Það er bara við sein ef ég hefði prikt eitt það. Þess vegna sagði þetta. Ég var ekkert að búast við því. Já, Waffle hafa verið Yoru. Mér langar að segja Yoru. Hún er crazy á Yoru. I wanna see the Yoru. Kloti er búin að lokka inn hérna Reis. Klotts hefur alveg verið þekkt fyrir að fara double duelist. Ég skal segja það. Ég líka held að ég hafi ekki séð Claudiu spila annan agent á neinu móti heldur en Reis. Og hún hefur keppt á þeim öllum. Í minni, Viper. ok, Viper. hvað er 3 leiki? Nei, hún er insane Viper. Ég man eftir En- henni á Viper. Fyrsta mótið hún spilaði bara Reis, annar mótið hún spilaði bara Ok, Reis. já, svo sem. En Waffle, lokkaði inn Yoru. I love it. Við erum með, já, Clovefade, Breach.
Okay. Cook, I guess. Lilli spila mjög mikið bridge. Það er satt. En Nutty Ella komin hérna af klófinni, komin á a duelist. Reis. Mann það flott. Natiela var mjög impressive að síðast þegar við sáum hana on Já. stream. Sumir myndi svona hafi verið Nutty. Þú sagðir það, manstu? Ég sagði það Þú reyndar. fara ekki að vera nextlega þessu djóki, þú sagðir það sjálf. Ég sagði það sjálf. Ok, fair enough. Fair enough. Já. Þetta er mjög svona basic team comp hjá Clutch myndi ég segja. Eru þetta með double duelist, eru með Yoru. Yoru er ekkit eðlilega pirrandi ábænd. Jóru verður pyrrandi alltaf. Já, Mér en finnst aldrei gaman að spila mútið Jóru. það sem hann getur gert með þessi TPs er, Já, það er true. engin annar agent sem nýtir þessi TPs eins vel og Yoru. True. Það er bara clone, þú getur gert weird clone strats, þú getur gert weird TP strats, það er bara, Ég saknaði þess þegar Chamber gætt misnóta þessi TP. það er satt reyndar. En á sama tíma saknaði ég þess ekki því að Chamber með þetta var umulegt. Don't bring that back. Nei. Don't bring that back. Þeir Ú, line up! Line-up? Hvað ætli line-upi sé? Sérðu hana undir skildinum hennar? Nei, nefnum að hún færði sig. Hún, Ha? Nefnum að þetta var ekki line-up. Ná hættu. Þetta er line up. Hún dúpaði okkur. Túpaði okkur. Ok, Einfalda line-up samt. I like it though. Það eru nú 3 reyna á A meðan það eru með Cypher og Reis og B. Sýnist Þóra F. vilja fara í smávegis default, eru með hérna einhver á long, Fyrst- sækja fyrir einhvern picks. Fyrst við erum samt á þessu Portal line-up closed. hérna topiki. Já, Þetta line-up var mjög öðvöld að skjóta því þú sérð það lenda fyrst og síðan bánsar það tvisvar. Þannig að þú ert mjög tilbúin að Teleport's skjóta. ready. Þetta er eitt sem að vera að passa þegar maður gerir line-up, er að gott line-up er ekki predictable. einhver með Er með Cursed fyrst- Blood hérna á Claudiu. Þá erum við með Natiela komin með Endrin og Lamps. En Hittir hausinn á Keitina. plassinu kemur í gegn og Waffly með triple killina en Sjú stoppar það. Hvar dó þriðji? There. Kate er ennþá inn í Lamps. Ætlar hún að píka? Nei, hún bakkar út. Sjú pushar hann að Lamps mjögulega. Einhver er mætt á skjótt til hjálpa henni en 30 seconds left. Spike down A. Tveir hérna lágir, one shot á móti þessum Headhunter, sér Lullified. Tengir ekki alveg. 4 skot, 3 skot. 3 skot. 1 skot. Ó, það Nær er nóg. sínum, nær sínum. Hún er búin að ná 2. Er þetta bara með Classic núna? Já, og líka bara með 10 sekundur. 10 seconds left. Hefur eiginlega enga tíma. Er 1 HP. Þannig að Lullaby klárar þetta. Flott hennar double lamps hold hjá Clutch. Reyndar smá scary, þannig að ég sá Waffly var að halda á flash uppi. Ég var bara svona, ætlar Sjú eða, ég man ekki hver annar var með henni. Ætlar bara að swinga eða ætlar að, þú veist, maður var svona að halda á þessu flashi kannski aðeins svo lengi. Já. Núna erum við að fara að sjá eitthvað sem að er martruð sem nýr player. Hvað er þetta trip? Ok, This goes here. þetta er trip. Will reveal their En- secrets. I'm writing that down. I'm writing that down. Að spila á móti hérna Jóru þegar þú hefur ekki gert það oft. Það er... Sérstaklega á móti Jóru sem veit hvað hann er að gera. Úúúú. Fucking martruð. Waffly með Outlaw líka. Við Já. erum komin hérna í 5-man market push. Kemur spottar reyndar. Camera taken out. Spotta 2 eða 3, sá ekki alveg hvort það var. Eru Ég náttúrulega reyndar sá 5. mögulega fara bara að hoppa henni út beint í trip. Augum mínur eru svo góð að ég sjá 5 í húka sko. Já, Veit samt ekki hvort að hún Lullified tók ég eftir því. gerði það líka. Ólíklegt. Ég vona ekki. Ég vona að þessi enginn að svindla á þessu móti. Nei, Ístunni kemur út. Ó, Framhjá rétt, trippinu. svo dostu trippið. Sér það samt. Lætur það. vita af því. Careful now. Eninga fyrir ekki fram í því. Lullified hérna Átláðan með hann í gernum smókin. bara Ghost. Natiela er 1 HP. Spike planted. Þessi átlá verður mjög mikið vesen á Flassi bónus. kemur í gegn en ekkert push á móti. Claudia með killina á Lilith. One Hoppa hérna enemy remaining. og þetta round er bara búið. Bara flawless retake hérna hjá Clutch. Defuse this Nú fight. verði ég að fá að vita hversu margar hjá Þór eru að fara að vera half shield. Hopp, 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 hopp. Hopp, hopp, hopp. Það er hættulegt. Mjög. Á móti Outlaw.
Það verða að kaupa hérna núna. Já, það eru nú á bónus. Þannig maður myndi vona það. En fáum, ég myndi að sjá. Allar full heal. Ok, það er Já, þetta. það er full save bara. Það er ánægilegt. Outlaw hérna reyndar er ekki lengur á Waffle heldur núna komin á Lullified. Waffle ætlar að spila shorty með ultinu sínu. Þá er Lullified ein eftir hérna á B. Ætlar að reyna að ná einni byssu á einhverjum sem er solo. Ulti kemur inn í gegn. Og ég sjá Europuff. Er að fara að sjá Wifi hérna eina. En ekki verð. Euro. Shorty, baby. Kemur flash hérna í gegn. Ég er í svolítið erfiða stöðu til þess að ná shorty-killana. Já. Heldist við kannski bara við. Og Nei, hún sýttir upp aftur í CT. Right there. Það var convincing að töpu. Ég held hún myndi fara fyrir aftan, en hún sá örugglega breach. Hefði samt ekki treytið verið worth. jú. Low key. Hún er bara með shorty. Hvað ætti hann að gera núna? Eininga með flott killan á Claudia. Er með double hold hérna. Holdi hérna. Nú verða þær svolítið að passa ekki í byssunum hérna. Einega með annan. Erum í smá samlóku hérna. Dúlúlu að vera Lúli í kannski mjög erfiðari stöðu. What night Wifi en að deala með trade fljótlega tilbaka. 2-3. Nú ætti ég að fæði sér ekki skil. 30 seconds left. Fyrir ekki að vesla hana. Nei. Ekki að það skipti máli. En Waffle er reynda bara með Ghost. Spækin er að fara niður hérna. Eitt tilbúið með flashið. Gott blast hana. Spækin er ekki að fara niður. Ég laug. Down A. My bad. 10 seconds left. 10 sekundur eftir á klukkunni og það er ein hefinn wallbangin í gegn og headshotið hana með Ghost. Ég var smá hrædd fyrir Waffle að vera bara með Ghost en það var bara... Hún er bara Hvert clean. fór þessi shorty? Hvernig fór hann? Ég held að hún treyta, ég held að Lullified var uppalega með Ghost. Það meikar sense. Já. Það er hljóma rétt. Flashið hana í gegn og bara double Geggja kill flass. hana. Geðvikt flass. Ég myndi stila þessu ef ég myndi nokkuð tímann í lífinu ætla að spila Euro. Time to jump. En það er ekki planið mitt. Nei. Ég er ekki madman. Ég er ekki insane. Hvað gera Þór F núna þar sem það eru búin að tapa bónus? Það er fara í bara kannski fólk í long push. Það er reyndar ekkert svo slæmt, finnst þér. Nei. Húka var ekki alveg að virka. Það eru reyndar komna bara með space-inn að sjá Það þér. eru margar hana að sjá þér, sjá. Tekka orpin. Jóru með TP-ina í CT til þess að baka upp Lullified. Eru vita af þeim minna belong en eru ekki alveg tilbúnar að pusha í gegn. Here. Lullified með sound Q-ið hana á long, veit að einum. Lili, sér byssunni á Lili. Lillið tilbúið fyrir þetta kem. Það er ekki TV í 1, gegn. 2, 3, 4, Þarna var 5 overrate TP. rotate-ina frá Klett. 5 TP. Og smókunum kemur hratt sem er stressandi. Flotta molliðina hjá Kate. Það er að stóla smá, þeir taka holding í damage-ina. Spammin henni í gegn. Down Nice. A. Double kill hennar. Nadiela komin í smók. Smókinn er þetta feitan hennar. Enemy Rétt svo remaining. That's 3. 30 seconds ein left. eftir. En flawless round hennar aftur fyrir Klett. Annað flóðlegt frándið þeirra. They're going to scatter from my Fannst þetta stuff. flott TP? Super Það var easy flott to TP. pick off. Já. Klett nýbúið að overrotata en mollinina frá Kate bjargaði þessu algjörlega. Delayði bæði pushið og þegar þær pushið Ótrúlega mikið damage á þessu Ótrúlega mikið molli. damage. Ég væri til í að vita hversu mikið molli þessi damage gerði. Damage, what the fuck? Damage þessi molli gerði, segi ég. Molli þessi damage gerði. Ég kann ekki tala. Nei, 9-1! ég veit. En þá er komið call hérna timeout hjá coach hjá Þór F.E. Demon Luck. Já. Skemmtilega fróðleikur. Coachin hjá Venus, Demon Axel. Demon Axel, já, that's true. Og coachin hjá Jötu Valkyrjur var einu sinni í Demon líka. Já, núna er hann EXC. Já. EXC Alex. Það er annar lið sem er líka samin af fleiri hérna Íslendingum. Fá vonandi kannski að sjá það. Einhvern tímann.
En Wink wink. wink wink. Það er spurning hvað Þóra eru að plotta núna eftir þetta timeout. Hvað Cole Demon Lock er með. Hérna 15 rándi, hérna annað bæið er að þetta er venjulega þegar þú ert svona tapa svona mikið þá er þetta oft mikilvægasta rándi í leiknum. Já. Þegar þú tapar búin Reyna að koma tempo. Líka manns flott að kóla timeout þarna. Það eru búin að tapa 4 rounds. Svolítið erfitt að byrja leik 4-0. Þannig. Já. Og ef þið fara 5-0 inn undir þá fara þau annað save og þá er þetta Hérna eru raunin komnar- orðið 6-0. Oh my god. Wow. Það Þetta er lína. Þetta er... OK. What? Þær eru búin að jötu valkyrjur á þetta sko. Hvað er í gangi? Eru bara límdar saman hana. Þær voru einmitt að fara þenni 1, 2, 2 Þetta lúkkast svo smá. goofy. frá þessu einu sjónarni. Já. Eitthvað 4, það leit svo út að það var að fara allar í eina línu. Já. Ég var tilbúin að sé þær allar degi í einu kúli, bara krjúm. Instant kvadra. My eyes are down. Þetta er að tekur myndælina, þess að tökum við. Hann er vandalegin. Menn Menn þetta króma flott. Chroma. Króma. Get this league player out of here. My bad! My bad! Þetta er variant og þetta eru agents. Get out! Þær eru þetta komnar hérna inn á sæt, eru ekki byrjar að planta. En Clutch eru nú tilbúrna hérna í retake. Ok. Smá hrættana, óvarskaut. Mínus Stúta 100. standinum hana. Flott skot frá Klódiu fyrir öxlina hana Last þjánandi. player standing. TB er ekki alveg á nógu góðum stað og Wifi Wifi 1-5 og ekki planta fyrir hana. Við sáum þetta í fyrstu viku. Þar sem að það var Wifi komur bara upp í húka. ágætt að minnast á það. Við sáum þetta í fyrstu viku þar sem að við skömmuðum hött svolítið fyrir að planta þarna og spila húka. Já. Og töpuðu einmitt umferð af því að ná stiga. Ekki að það skipti miklu máli. Eða það sem plantið er. Eða Eða vera með hugsun út af því af hverju þú ert ekki að gera það. nákvæmlega. Stór partur og líka það sem til dæmis þannig. Þú veist, Eneka gat bara planta fyrir long líklegast eða inn í tube, annarkost. Já. Þá bara kóla það og já, 10-1. spila, já, vá, Jóru alveg að sína sig. Flash out. Það eru nú komin aftur inn í smá default. Eru að reyna bara að fá info. Sýnist ekki alveg. My ult is Já, Þær eru eitthvað alltaf að fá killana hjá já. Chávez. Eru samt að spila saman. Minnst það flott, það eru ekki að gefa þetta ult out free. Já, það er líka bara eitthvað að þessi tímabúti hætti að fæta fyrir það. There. Þeir eru alltaf að missa ykkur hana. Þeir eru aldrei að ná neina. Annarkvort þurfum við að fara að fæta þetta fleiri. Ekki halda áfram að fara ein hana. Já. Það þarf að vera einhver hugsun á bak við þetta fæt. Núna, á þessum tímabúti. En þeir eru búin að labba 2 út, sjá þessu. Náttúrulega með flott pikkina á Lullified. En Klódið með ultið að ná með Lilith og Delulu með pikkin á Eneku. Eneku fyrir þetta Chávez. Sjáðu hvað Spike er. Oh. Það er bara því. Náttúrulega ætla bara að taka það fætt nær Last player Klódiðina. standing. Grenade! Og þeir eru henni í gegnum TP. Náttúrulega reyndar einu eftir með ulti en ólíklegt að hún nýtti sér það. Nær pikki hérna og getur hann alltaf að. 30 seconds left. Þetta skot þetta Kate. Já, mjög clean skot hérna. Og rétt svo dreipur líka Delulu. Hefði hún dreipur Delulu þá var Waffle í 1 HP. Það er svolítið hættulegt. Já, en núna erum við komin í 6-0 leik. Menn flott myndi að hún bara, þú veist, þetta er round sem er rosalega erfitt að vinna, sérstaklega sem Spike er bara lengst út í móa. Jöp. Þetta er svolítið klúður. Það er líka, núna, Right there. það er alltaf að fæta Chávez aftur. Og það er alltaf að gera 4. Það er eitthvað veginn akkurat randið sem enginn fyrir Chávez. Það er interesting. Það er óhefilegt. Hver tekur orðbeðina? Enginn. Eru nú með 4 ult sinna hjá Þóra F. Við erum að fara að sjá breach-ult hérna. Sjáum línunar. Nei, eitthvað óviss. Vilja kannski bíða eftir smók? Vitum það að getum gert ráð fyrir því að leið og ult Bring them down. soundcue fyrir þetta ult kemur örugglega molly. Þannig það verða að vera snöggur af ultinu. Kemur þetta engin molly. Delulu ekki. Smókan lenda á seint.
koma 2 close smókar hana, þannig að þær geta ekki fætað af þessu ulti. Nokkuð skotana inn í smókin, tengja ekki í Waffle, Claudia með 2. Fallagt. Down A. Lilith föstin á Player bend. standing. Lítið fyrir gert og nær undan Waffle-ina í tásinnar. En það var það 7-0 fyrir Clutch. Hvað gera Þóra FF núna? Það eru með reyndar mjög góð ult til þess að taka sæt, bæði Fade og Raze ult. Ekta rosalega góð ult til þess að komboa, má ég benda á. Fade ultar fyrst og svo Raze ultar með, þannig að þeir heyra ekki Q-ið. Eiga hérna klófult líka, Já. annarkvort fyrir að Jórunn reyndar með ult. eða Hvað ætla Waffle að gera með það núna? Ætla hún að gera eitthvað? þurfa samt svolítið að passa sig á Brimstone ulti hérna. Waffle með fyrsta piki hérna komin á oppan. Operator. Lendi kemur hérna, Rétt svo missir skotiðina á Lilith. stönnar Waffle af engulinu sem DP-ar þá bara í CT, kom með sæt, Fyrir henni í... labbar í hérna trip en er ekki skotin að því, það er ákveðið info sem það gefur þér. Bríðsóttur kemur í gegn frá Cage og Theo fellur líka á móti. Nær samt platti niður. 10 stikka bara plantið inn í ultinu. En 2 á 5 núna. Decoy. Waffle er 2 HP, by the way. One enemy remaining. Hann kannski kemur í gegn Enika með flott skot hérna á Lillifætt. Ég er reyndar ekki með gólið til þess að spamma hérna með... Nei. Waffle lifir af mér, ekki? Já. Hvað heitir aftur sheriffinn hjá Timber? Headhunter. Headhunter, alveg rétt. Síðan heitir TP hans A Rendezvous. Rendezvous. Ég man ekki hvað tripp og ulti hans heita. Ég veit hvað hann segir hérna alltaf. You want to play? Let's play. Hvað segir hann þegar þú ert með honum í liði? Okkur maður. Ég man það ekki. Nei. Ég er góð í að muna annarkvort. Við fáum kannski að heyra það núna. Ég veit ekki hvort sangu við fáum sem observer. Já. Peek in. Spike down A. Claudia. 3 ár hjá Sjáes. Það er að halda að sjá er bara eins og ég veit ekki hvað. Það er bara ekki að... Tekur pingu ponsi damage. Já, en ekki nema bara 12. Flott blændana hjá Lilith sem að Frá aftur klínur hann til hjá Clutch 9-0. Kate spilar anti-flasa móti flösina. Hvað? Nú hljótum við að sjá Chamber hoppa. Já, hvað segir Chamber voice line-ið? Dímanlakkina aftur með... Timeout. Timeout. Eiga fínt bæði samt. Siu fer hérna á hérna fyrir full shield Vandal ef hún er með mest allt utility sitt, Lilith með half shield, Enika fyrir full shield getur farið ult, er síðan með Guardian í vasanum, í headhunternum. Já. Þannig að fínt bæði hérna 2 round í röðun. Loss bónusinn er gefmildur. Waffle er með ult samt. Já. En er hún með vappa? Kannski gefa hún vappa og hún bara, ég ætla að fara að ulta og ég ætla að drepa eitthvað. Já, mér finnst það ekki líklegt, hún var með ult síðast líka og það síðast. Ég er með Bucky. Ég elska þegar Jórunn með Bucky. Ég veit að það er ekki það sniðuðasta, en með þess að svo fyndið, bara Bucky eitthvað beint eftir. Waffle er 14-2. Úff, það er nú ekki ofta sem maður sér Jórunn. Ok, við erum búin að sjá svolítið skemmtilegt duelist. Við erum búin að sjá eiginlega hvern einast duelist í þessu móti. Nema Phoenix. There. Nema Phoenix. Who's gonna play the Phoenix? Það breytist eftir buff held ég. Sem verður ekki reyndar á þessu móti. Jú, Nei, við getum ekki slögt það í alveg rétt. Sjó. En þú veist, hvernig koma þessi changes? næstu mánuði. Right. Úrslit eru 7. desember og við getum ekki Here. slögt á changes við agentum þannig að það verður á þessu móti. Já. Kannski verður bara Phoenix get OP og eitthvað pikana. Það verður bara skemmtilegt. Natilega komið með tjöldina. En eitthvað með flott pikina á Claudia.
En, Waffle Þessi með. operator. Spike planted. Spæki fyrst að niður. Fyrst getið sér Spæki fyrst svona snemma niður líka hjá Þór. Og þá þær fá að spila hérna almennilegt postplant. Enegar ekki með oppa. There. Sparar þetta út fyrir ykkur ástæðu. This. Held að við... Here. Here. Lulu og Kate One bæði með enemy pixina. remaining. Kate með double kill á Wifey og ætla bara að byrja þetta físið og klára það hérna. Núna er ég pínu ósáttur með Enigu.